Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst að horfa á góða mynd, kaupa Pop Smell og Doritos. Af því ég mikill Nexus-maður. Gaman að heyra það. Og ég búin að vesla við ykkur í fjöldumörg ár. Það ekki rétt munið hjá mér? Og þú kannski leiðir mér núna. Hét hún ekki Fáfnir? Sko, þetta raun og veru 4. nafnið á búðinni í dag. Hún sem sagt, heitir núna Nexus. Svo rétt undan því hún Nexus 6. Skrifað með rómverskum tölustöfum. Alveg rétt. Svo undan því var hún Fáfnir. Og svo undan því var hún Góðsögn. Ok, og svo undan því þá var ég með í búð sem hét Mart, M-A-R-T. Og var það svona nördabúið það? Já. Hvenær byrjaði þetta? Ég fór fyrst í Fáfni 97. Sko, við sem sagt, við sem að stofnum allt á sínum tíma, opnum fyrst í raun og veru, byrjum að vera saman með þessa Mart búð, sennilega sumarið eða vorið 92. Vá, þetta er svona gamalt. Og svo stækkum við okkur og stofnum búðina Góðsögn, nýtt nafn. Það jólin 92 á Rauðarastíg, þar sem núna Gallerí Fold. Og það svona fyrsta svona stóra alvöru dæmið, sko. Það var engin svona búð undan þér eða ykkur? Já og nei. Sko, Mart náttúrulega var aðeins á undan, svo voru nú oft svona litlir aðilar að eitthvað að flytja inn, kannski selja meðfram einhverju öðru. Það var ein búð í Hafnarfirði, það var ein búð á Laugaveginum. Það var alveg komið vísir að þessu hjá öðrum. Alveg þá í kringu 90, jafnvel? Já. En svona kannski fyrir þann tíma var enginn kannski aðilega að reyna að sérhæfa sig í þessu. Það voru bara fórst kannski í bókabúðurnar og þar fékkst eitthvað smá að myndasögum, kannski smá roleplaying, borðspilin voru bara í leikangabúðunum og þú veist, Eymundsson var með pocketbækur, vísindaskáldsögur, þannig að það var alltaf eitthvað. Sko, þegar ég alast upp, þá alveg til efni, en það bara svona langt á milli, sko, maður var alltaf sveltur. Man langar alltaf að vita meira allt sem maður var að horfa á, eða hvað var að koma, eða hvað var að gerast. Það voru frekar fá tímaritt í boði, það var ekkert internet auðvitað, og kom lítið í sjónvarpinu svona, en maður svona náði alltaf að finna eitthvað. Varstu að lesa Fangoria? Já, Fangoria, Starlog, þú veist, Film Comment, öll þessi gömlu kvikmyndablöð, þetta kom alltaf eitthvað, þannig gat maður alltaf fylgst með hvað var að gera í þessum heimi, sko. Svo komu myndirnar hingað kannski, þú veist, svolítið seint, jafnvel 2 árum eftir að þeir voru frumsýndar úti. En allar þessar stóru svona helstu myndir komu allar, þessar stúdíómyndir. Það komu, sko. Og svo kom líka alveg slatti af sjónvarpsefni, sko. En hver finnst þið vera svona fyrsta ofurhetju myndin sem svolítið svona hleypur svo stað? Það ekki, myndur þú segja að það væri Blade frekar en X-Men? Nei. Sko, fyrsta stóra ofurhetju myndin, það Superman the Movie. Þann bara 78? Hún 78, já. Hvort hún sýnd hérna 79. Hún var alveg hæpuð í botn, sko. Á Íslandi? Já, það var alveg geðveikt hæp fyrir hana, sko. Blaðagreinar og, þú veist, fréttaflutningur og allt, sko, og langar biðraðir þegar myndin byrjaði. Og þetta var svona þetta var eina af fyrstu myndunum, þessi og svo Grease og Saturday Night Fever, allar á svipuðum tíma, sem voru svona repeat viewing myndir. Allar að fara aftur á? Já, fólk var að fara aftur á hana. Og það má ekki vanmeta það hvað Superman 1 var mikið hitt, sko. Hún var mega hitt. Álið svona hvað mælikvarða við setjum á hana, sko. Myndur segja að hún var meiri hittar heldur en Batman 89? Því hún var risamynd, sko. Bæði og. Sko, þegar Batman kemur þá trendið komið. Superman setur svolítið trendið. Og Já, ég skil þig. Og svo meiri segja, sko, þegar
að á þessum tíma líka kemur sko Spiderman sjónvarsmyndin í bíó hér á landi í Stjörnubíó. Var það svolítið í bíó hér? Já. Þannig að hún var, þú veist, samsettur einhvern 2 þáttum úr sjónvarseríunni með Nicholas Hammond í aðalhlutverki og hún kom hérna í Stjörnubíó og ég fór á hana í Stjörnubíó. Ég man ekki nákvæmlega hvað ár það en það hefur verið svona í kringum þetta 78, 9, 80. Hvað erst þú gamall? Ég er fættur 68. Já, þannig að þú ert ég er að verða 53. Og hérna, ég er að fara einn í bíó svona upp úr kannski 10 ára aldri, 78, 9 og það er fullt af myndum á þessum tíma og við erum meira að tala það voru alveg ágætis myndir pre-Star Wars. Star Wars kemur hérna í október 78 áður en hún kemur í bíó þá er Close Encounters búin að koma undan henni þá hún hafi verið sýnd á eftir í Bandaríkjunum. Logan's Run var, þú veist, svaka mikil titill fyrir það sem voru sci-fi aðdáendur á þeim tíma. Hún er hérna 77 sennilega, hún er 76 í Bandaríkjunum, sennilega 77 hér. Og þannig að það er alveg heilmikið að gerast í bíómyndum á þessum tíma. Og það er ekki komin eitt vídeo þá. Nei. Þannig að bíó er eini sensin til að sjá svona efni. En manstu að þú varst yngri, var fyrir þér, hvort var stærri mynd? Var það þá Superman eða var það Star Wars? Sko, Superman var huge. Og síðan fæ ég að sjá Close Encounters á undan Star Wars. Close Encounters var alveg svakalega flott bíóferð, sko, á þeim tíma. Alveg mögnuð mynd. Síðan kemur náttúrulega Star Wars og Star Wars er náttúrulega game changer, algjör. Hún var það alls þar í heiminum, líka hérna á Íslandi. Já. Þeir voru bara óvinni seinir að sína hana, þeir voru alltaf að draga það. Hún var búið að auglýsa hana sem páskamynd, 78, þú veist, svo endan kemur ekki fyrir í október. Maður var búin að bíða að vera alveg stjörnu, vitlaus að ég bíða, því að ég vissi allt myndina löngu áður hún kom. Út frá sem blöðum til dæmis, eða? Út frá bæði kvikmyndablöðunum sem maður hafði lesið í búðum eða keypt, sko. Svo átti ég myndasöguna á dönsku, það sem var alveg farið í Marvel myndasöguna sem ég hafði fengið gefins í hefti á dönsku. Ég var búin að lesa alla söguna og búin að sjá fullt af stills og production, málverk eftir Ralph McQuarrie. Þannig að maður var alveg tilbúinn, sko. Og ég skil alveg þetta fólk í dag sem að eldir upp hver einasta smáfrétt mynd sem er að bíða eftir. Þetta er nákvæmlega sem ég gerði. Nema það bara var til 1000 af því sem er til í dag. Þá. En finnst þér meira, í dag, þú getur að fara á netið, þú getur séð milljón trailera, þú getur séð TV-spotta, stundum er þess að smá behind the scenes, milljón greinar, fullt af F-sum. Var hitt ekki aðeins meira spennandi? Það er svo erfitt að meta það, sko. Ég er bara alveg upp í þessu umhverfi, það sem það var, bara frétta þurð og bara maður fann bara novelization bók á einhverju bíómynd, þá var það bara að finna gullmóla eða eitthvað tímaritt sem að fjallaði mynd sem var að bíða eftir. Þannig að sko, svo var maður bara að gera eitthvað annað á meðan, það var ekkert, þannig að ég veit ekki, ég held að kjarni sé alltaf svo sami, ég held að ég hafi beðið sömu eftirvæntingu eftir myndum eins og þeir sem eru að lesa allt á netinu í dag. Þetta er bara, ef þetta er áhugamáli manns, ef þetta er svolítið passjónum manns, þá er maður bara rosa spenntur og maður er að vona að þetta takist vel til og þú veist að leikstjórinn gerir enn eina góða mynd og eða framhaldsmyndin verður góð. Ég held að þetta hafi ekkert breyst. Ég held að eina sem breytist er bara að þú getur gert bara miklu meira af því sem þú gerðir. Þú getur lesið meira meira þú getur talað meira fólk myndina áður hún kemur. Þú getur talað fólk á netinu í dag, þú veist, með sem þú þekkir ekki. En mér finnst það svo mikið munur, sko, því ég fættur 83, það er alltaf fyrir mínu 10 Superman og það sem þú lýsa. En ég man bara þegar ég er yngri, 10-12 ára, þá, þú vissir ekkert allt kannski myndina. Þú fæst ekkert endilega trailer sem sýndi bara allt. Í dag finnst mér þeir eru svolítið grófur í þessu. Maður sér þetta trailer og þeir fara kannski bara beat for beat yfir myndina. Já. Skilur hvað við? Já, sko, á einhverjum tímapunkti gerði Hollywood eitthvað market research og þeir komist bara að því að fólk vildi vita, megnið af fólki, greinlega mainstream, það vil bara vita nákvæmlega hvernig mynd það er að fara á. Það er með einhverja væntingar, ég ætla bara að fara á svona mynd með þessum leikurum, ég vil vita nákvæmlega hvað ég er að fara á, ég vil ekki að neitt koma óvart, þú veist, ég vil ekki að sé einhver mynd sem er auglýst sem einhver sci-fi hasarmynd, svo fer ég á hana og hún er bara einhver rosalega, þú veist, film noir, detective mynd, það var dæmi með Blade Runner á sínu tíma, sko. Hún bara auglýst eins og Star Wars. Þannig að í dag segja Hollywood bara, hérna það sem við ætlum að fara að horfa á, það er bara nákvæmlega svona.
Hvað finnst þér það sem neytandi? Ég náttúrulega sleppið því að horfa á trailera. Já, þú horfir ekki trailera. Ég horfa á teasera. Já. Og bara svona til að það mér langar að sjá lookið. En svo leið og, sko, ef þetta mynd sem ég er að býja þeir eru spenntu fyrir og það þarf ekkert að selja mér en ég er að fara að sjá hana. Þá horfi ég ekki á trailerinn af því ég vil að sem mest komur óvart. Og ég hef þurft að hlaupa út úr bíó bara því ég glemdi að það verður örugglega sýndur trailerinn úr Star Wars því sem ég er búin að vera að passa með að horfa ekki á. Eða þá ég þarf að taka fyrir augu. Heldur fyrir eyrun. Og það er alveg gerst og stundum hef ég líka bara sleppt að fara inn í salinn fyrir að trailerinn eru búnir. Já, þú ert alveg það harður. Já, það fyrir vissa myndir. En svo aðra myndir sem er alveg sama. Ég meina Godzilla vs. Kong. Það má alveg sín með trailerinu henni. Já, það er ekkert að vera íðilega myndir. Já, ég veit það eru sprengingar, og allt springur, þannig það er ekki að gera það. En finnur þú, áhægt spurði ég eitt, finnur þú fyrir, eftir þess að myndi byrja, þess að núna er Marvel svo svakalegt nafn, þegar þess að myndi kom út, hefur þetta ekki svolítið mikil áhrif á þess að þú ert að selja Nexus? Sko, við getum sagt að prófíl þess sem ég er að selja er orðin 10-falt það sem það var þegar ég var að byrja. Bara þannig úrvalið? 20-falt. Nei, bara hvað fólk veit. Bara hvað er margir meðautar þessa kvikmynda geira og þessi spil og hvað er í gangi. Þetta er ekki lengur bara einhverjir einn í bekknum út í horni að gera eitthvað. Þó sé reyndar þannig stundum í sögum bekkjum. En þetta er miklu þekktara. Þannig að sko landslagi er alveg svart og hvít hvað mig varðar. En nákvæmlega hvað hefur haft áhrif á hvað, þetta er allt erfitt að segja. Einhver kannski X-Men bíómynd kemur, við sjáum engin mælanlega áhrif á söguluna X-Men myndasögum. En leikfengum? Jú, kannski eitthvað, en þetta byggist alltaf hægt og rólega upp. Þetta er ekkert alltaf, það eru miklu fleiri að horfa Marvel myndir í bíó heldur noktíðnar að köpa Marvel myndasögur. Já, reyndar. 50 sinnum fleiri. Já, reyndar. Og verður alltaf þannig, því að það er bara, það er bara ákveðin hópur fólk sem er búin að venja sig á að lesa bækur eða myndasögur. Og ef þú orðið 20 og eitthvað og hefur aldrei vanist á að lesa myndasögur eða bækur, þá ertu ekki að fara að taka það endilega upp. Þó þú hafi hort á góða Marvel-mynd. Ég vildi meina það sé erfiðar að breyta þegar þú ert fullorðinn. Að breyta þeim yfir í kannski myndasögu. Já, því miður. Sko, það verðist vera að menn venji svolítið fljótt á svona sína afþreyingu. Að þau bara vanir að sækja þetta, það er auðvildast. Hvort það eru bíómyndir eða þættir eða tónlist eða lesa myndasögur eða vera í tölvuleik. Svo erum við svolítið svona boxed in oft, finnst mér, í þessu. Og svo eru aðri sem kannski eru meiri svona generalistar og eru svona svolítið í öllu. En maður vil kannski ekki vera alhæf, en ég hef alveg séð það að hlutfall þeirra sem lesa sér til ánægju, hvort sem eru myndasögur eða þyngri texta í bókum, það er alltaf að minnka. Finnst þú að sjá það í Nexus? Algjörlega, við sjáum bara að það er líka bara að vita allir rannsóknum. En aftur á móti er mjög gleðilegt að það ofsalega að stakka mjög hratt hlustendahópurinn á hljóðbókum. Já, reyndar. Þannig að það er alveg jafn gildi þess að einhver hlustabók eins og hann lesa hana fyrir verkið, getur maður á þannig. En eins og fyrir þig persónulega, lestu frekar eða ertu í hljóðbókum? Ég les alltaf, sko. Ég get ekki hljóðbækur. Nei. Ég er erfitt með podcast. Ég vola sjaldan að gera eitthvað sem ég get á sama tíma að vera að hlusta á podcast eða hljóðbók. Þannig ég er mjög fljótur að lesa, og ég les bara mest, sko. En hver er það? Ég bíómyndi líka. Já, algjörlega. En hver er þú, að sé skýringin á baku, hver er þín tilfinning? Að fólk les bækur. Skáldsögur, ævisögur, það þykir bara allt í lagi að geslappa. En svo finnst mér svo smá svona stigma ennþá við teiknumyndasögur. Það er það og hefur alltaf verið sko á Vesturlöndum. En þetta er svo vandaðar sögur í þessu formi. Ég veit að þetta er bara eins og ímynd, það er aldrei neitt farið einhverja ímyndar baráttu til að laga ímynd myndasagna. Þær eru bara, þær eru ennþá jaðarmenning og þær eru líka lestur og við erum aðtöð það að það er alveg góð hópur af fólki sem bara les ekki. Þannig þú byrjar alltaf með potensiali minna audience fyrir sjónvarpsþátt eða útvarp eða hljóðbók. Af því að sko lestur er skill. Þú verður að læra, það byrjar að kenna börnum að lesa mjög snemma og það verður að gera það ef þau verða góð að lesa á þau eru orðin unglingar. Af því að lestur er frekar erfitt skill. Þetta er bara tækni sem við fundum upp. Búið til texta, miðla upplýsingum með texta. Og þú ætlar að lesa þétta skáldsögu,
þú þarft margra ára æfingu í lestri upp að því. Það er mjög góð punktur. Og ef þú missir af því, ef þú gerir bara kannski lágmarki í skóla, enginn að íta að þér bókum, og finnur ekki neitt sem þið langar til að lesa. Það er alltaf bara einhver skylda, bara alltaf verður að lesa einhverja skólabók. Þá bara nærði ekki þessari færni. Fyrir utan það virðist vera ágætis fjöldi fólk sem bara á mjög erfitt með þetta, kallum dyslexíu, sem er til í margs konar formum í raun og veru og mismunandi, og má ekki gera lítið úr því, að sama þar, ef það er ekki tækla mjög snemma hjá börnum, þá eiga þau mjög erfitt með lestur og mun ekki sækja í lestur. Og fá enga ánægð úr því. Þannig að sko, við oft kalla indislestur, þannig að ef þú venur þig ekki á það, þá er ólíklegt að takir upp heila skáldsögu, þú veist, og lesir hana, eða heila trilógi eða 10 bóka seríu. Þannig að þessi hópur virðist alltaf vera frekar lítill, en alltaf stöðugur, svona frekar stöðugur, en það virðist alltaf vera að minnka hlutfallið af fólki í hverjum árgangi sem stundar indislestur. En aftur á móti er kannski hljóðbókanótkun að aukast mikið, sem er mjög jákvætt á móti, sko. Það er bara eitthvað við það, finnst mér persónulega, þegar ég held á bók, ég finn fyrir pappinum, blöðunum. Ég kýst það frekar en þetta með iPad eða Kindle. Persónulega, mér finnst það bara einhvern veginn svo upplöfun að lesa bók sem er þá prentuð. Mér finnst einhvern veginn ekkert komið í staðið fyrir þá upplöfun. Erst þú frekar í þá Kindle eða? Ég get gert bæði, sko. Finnst það engin munur? Mér finnst oft betra að lesa Kindle bara því að þú veist, ég orðin fjarsýnni heldur en ég var. Þá get ég stakka textan og það er ekki nota gleru. En ef ég lesa bók, þá þarf ég gleru. En Kindle virkar alveg fyrir mér. En það er samt, eins og segir, það er ekki alveg að sama, sko. Þetta hefur verið rannsakað og það hefur verið gerða kannanir á sko lestraskilningi. Fólk er látið að lesa sama texta, þú veist, útprentað á blaði eða svona sett eins og í bók eða lesið á tölvuskjá eða lesið á Kindle. Og lesskilningunum er alltaf betri ef þú ert með þetta í fysisku formi. Það virðist verið eins og heilinn sko einhvern veginn skinni betur hvað hann er að díla við. Það er magna. Þegar hann sér hvar byrjunin er og sér hvar endurinn er og sér hvernig hann er inn í miðjunni. Skilur þú einhvern veginn svona magnið af verkefninu sérst. En þegar þú ert með þetta tölvuskjá þá einhvern veginn verður þetta bara einhver þoka. Þú ert bara þarna á þessum stað og veistir ekkert hvað þú kemur eða hvert þú ert að fara. Það er góða punktur. Og þetta er mjög áhugavert sko, en það hefur líka sérst sko að kindlarnir, þeir hafa ekki unnið á eins og menn heldu. Pappírsbókin hefur ekki gefið eftir eins mikið og menn heldu fyrir kindlunum. Sérðu þegar hún degi út? Nei. Bara aldrei? Nei, ég held ekki. Nei. Ég held ekki sko. Ég held einmitt að núna þegar að bara þú veist stjórnvöld og skólarnir vita þetta að lestur fyrir minkandi. Þau munu setja meira púður í að efla lestur. Akkur finnst þér lestur mikilvægur? Það er náttúrulega aðalega bara vegna þess að þú ert svo miklu fljótari að skanna upplýsingar með lestri. Frekar að horfa á eitthvað? Ef þú ætlar að fara að læra eitthvað, að fara eitthvað nám, ef þú getur bara lært með því að horfa á myndbönd af einhverjum að tala til þín, þá getur ekkert hoppað á milli, þú getur ekkert farað þessa blaðsíðu og svo næstu blaðsíðu og leitað og skannað. Kannski kom einhverju leitavélar sem að leysa þetta, en bara sem upplýsinga, sko, innbyrðing, þá er bara, og komið mikla færni í lestri, þá er þetta svo mikil hraði og svo mikil yfirsýn sem þú hefur með lestri. Og meðan að sem sagt, að hlusta og horfa er meira svona línulegt sem verður svona að sita alveg yfir. Sko. En mér finnst líka bara einhvern veginn heilinn minn, ég finn bara einhvern veginn að hann virkar öðruvísi því ég er að lesa, eins og på bók eða eitthvað, frekar því að horfa á sjónvarp. En mér langar aðeins að samt spyrja, mér finnst Ávartús nefndi það að þér finnst ekki verið neinn tenging beint eða kemur einhver flott mynd og sal á myndasögum eða jafnvel leikvöngum, að því ég man 97, ástæðan ég fór í Fáfni á sín tíma, var þetta Spón. Ég sá hana og bara, vá, flottu karakter, fótileikar og keypt með myndasögur. Er ekki mikið af ungu fólk í dag, kannski 11-12 ára sem sér Avengers og fyrir síðan og vil kíkja ekki nóg myndi ég segja, sko. Þau náttúrulega ef þau hafa ekki þetta er svona spurningum að hverju eru þau að leita að, eins og núna, ég meina ef þið langar að lesa einhverja Spón myndasögu í dag, þá væntanlega getur þú gert það bara í tölvunniðinni. Ef þú kant á tölvuheiminn og þú veist, það eru skönn og það er alls konar hluti til eftir bæði löglegum og ólöglegum leiðum. Þannig að hver er hvatinn að fara í verslun og kaupa?
Ég þú kannski alveg þessi aðdandur vera til, en þú kannski sér það ekki að þeir komi ekki í búðina. Já, ég held að, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvað er margir eins og hvað er margir að lesa og fylgjast með myndasögum á netinu, en það er ágætið slatti, sko. Ég veit að það er alveg slatti í manganu. Já, einmitt. Japansku myndasögunum, af því að það er kom ekki löglega út á ensku fyrir ofta einhverjum vikum eða mánuðum eftir að við getum út í Japan. En bara strax og bara liggum við að fællinni tilbúin einhver staðar, stóluðu brennsmunni að vel hafa komin einhver ensk þýðing inn á blöðurnar, sko, af því að aðdáðanir eru bara að bíða og einhverjum langar til að vera fyrstur til að bjóða upp á þetta, þó að það sé ekki einu svona lögulegt. Þannig að þetta er bæði kostur og galli og þetta er eitthvað sem að útgefundur þeir sem er reyna að hafa tekjur á þessu þurfa alltaf að glíma við. En ég reikna alltaf með því að einhver hluta þessu skila sér í lögulega markaðin, fysiska formið, hvort sem fólk er að kaupa eitthvað til að gefa vini af því það finnst það spennandi en og svo er líka bara fólk sem langar að eiga hluti upp í hillu. Það langar að eiga bókasafn, það langar að eiga, þú veist, safna einhverju, safngripum eða DFT eða kannski hverfandi núna en það er fólk sem fær bara ánægju að horfa á safnið sitt og sjá það upp í hillu og þeir verða alltaf til. Ég held að sé ekkit, þú veist, ég held að digital söfn sé ekki að fara að koma í uppfylla þeirra þörf. Það er ekki það sama. En ég sé bara svo, ég finn það hjá sjálfum mér, að ég hef alltaf verið mikill safnari. Ég átti stórt Vaffa-safn, DFT-safn, Blu-ray. En í dag, maður sést það kannski að ég er eldri, kom með barn, kærustu, mína íbúð, maður er fullorðinn. Þetta tekur svo mikið pláss oft. Það var með eitthvað risasafn á myndasögum eða risasafn á eitthvað DFT. Að ég við ekki hana fúslega, ég í dag er bara svona, hvort vil ég það, heilt herbyggi fullt af eitthvað dóti, eða eitt lítið Apple TV. Þess að ég get nálgast bara allar, skilur hvað við? Já, ég meina, eins og ég segi, þetta það er komið svo stað var í dag, við höfðum aðgangað mjög miklu. Fyrir 25 árum, 30 árum. En það var allt í vídeolögu. Vídeolögunir höfðu mjög mikið efni. Fólk gleymdi í stundum hvað var mikið efni til hérna á vídeolögunum. Það höfðu bara allt efni frá alls konar hérna, þú veist, öllum geirum og alls konar löndum og alls konar útgáfu. Og við vorum í vídeobransanum líka, Nexus, og tímabili. Við vorum að leigja út spólur og við vorum að leigja út diska. Alveg. Að reyna að fylla upp í það sem vantaði í vídeolögnar hérna heima. Það má kannski segja það að á löglega streymun í dag er miklu minna úrval heldur en var fyrir 30 árum á vídeolögunum í Íslandi. En það á eftir að breytast. Hérna streymið á örugglega eftir að skila öllu til okkar sem við viljum. Það er bara spurning, hvað með þetta sem næstu enginn vill, skilurðu, eða fáir, mun einhvern enn að geyma það og reyna að selja aðgang að því að það muni vilja spara sér diskapláss og sleppa því. En verður þetta ekki bara svona í framtíðinu, þess að ég óttast pínu, að ég er alveg hrifinn af þessu streymistóti, þetta er alveg sniðugt og þægilegt, en verður þetta ekki bara vera með 10-20 streymisveitur til þess að geta hann lákast allt þetta efni? Það er bara viðskiptamódelið segir til það. Ef fyrirtækin fara að finna fyrir því að þetta er orðið mikið fyrir fólk að kaupa áskrifta 5, 6, 7 stöðum, þá bara semja þau við einhvern einn aðila sem bara miðlar fyrir þau. Það er bara eins og með Kabalinn í Bandaríkjunum á sínu tíma. Þetta er bara raun og veru neytenda, þetta er ekkert mál núna, það er bara komið Netflix, það er bara komið Disney og svo er fólk að leika sér að ná kannski HBO og Hulu og svona fleira getum krókaleiðir. En leiðu þessum stöðum fyrir að fjölga, þá verður þetta erfur fyrir fólk og það finnst að þau alltaf fara að velja og hafna og það er eitthvað dýrt. Þá bara, þú veist, mun bara businessin, þú veist, bara svara því. Og jafnvel bara breytast og það mun einhverjir hætta. Gefur það ekki auðvitað leið? Jú, það getur verið að einhverju muni sameina sig í streymisveitur eða hvernig sem er. Ástæðan fyrir því að allir þessar aðilar eru í streymisveitunum núna er að þeir sjá þetta bara sem bara mala gull. Þurfi ekki að borga neinu milli aðila. Disney þarf ekki að borga bíónum eða sjónvarpsstöðvunum eða regional sjónvarpsstöðvunum eða neinu. Bara miðla beint til viðskiptavinuna. En hvort þetta sé besta business model við vitum það ekkert ennþá. Nei. Það er bara að vera að prófa nýja leiðir. Þetta er svo nýtt. Þetta er nýtt, sko. Kannski þau verður bara ómikið fyrir fólk að geta valið úr einhverjum 10 aðilum sem allir eru að framleiða og selja sitt eigið efni eða 20 eða 30. Þetta vilja bara, þau hafa einhvern einn sem bara þau fá allt hjá. Það er draumurinn. Og svo vitum við ekkert, sko, hvað vera Íslendingar pirrar af því enginn er nenn að texta fyrir þá og talseti fyrir þá. Já. Og við eru, sko, þjóð sem eru mjög góð í ensku. Það er fullt af öðrum þjóðum sem það er ekki eins og option að gera þetta, að sína þeim þetta á ensku. Frakkarnir, þú veist, þeir eru ekkert að fara að horfa Disney Plus á ensku. Nei. Þeir þurfa að fá þetta á frönsku. Þjóðverðin þurfa að fá þetta á þýsku.
En það ekki alltaf gert bara? Að þetta eru stóra Jú, þjóðir? það gert, sko, og það í raun og veru, sko, breytir því að á þá, allar þá móðurfélagið að sjá þetta allt saman. Eða munið þeir outsourca til minni aðeila eins og hefur gert gegnum tíðina. Eða munið þeir, þú veist, munið einhver ein móðurstöðu Bandaríkjanna reyna að selja allt efni á alla mismunandi markaðina, þar sem fólk bara mismunandi og þjóðirnir eru mismunandi. Og munur halda áfram að reyna að framleiða efni sem höfða til allra. Þú veist, það getur selt allstaðar, eða verður, þú veist, munum en sérhæfa sig meira. Þetta er allt, þetta kemur bara ljós. Það verður gaman að sjá hvað gerist, en mér veist Netflix, mér veist svo áhört fyrirtæki, að því ég man þegar þeir voru, ég meina, voru þeir ekki fyrst bara að leigja, sendir ekki þeir voru fyrstir til að, eftir sín bestu, þeir voru allar fyrstu stóru sem voru þannig að þeir sendu diskana til þín. Já. Þeir eru horfðu bara á, þetta voru bara menn sem vildu komast inn í vídeolögubransan. Þeir bara horfðu á gamla mótilið og bara, þú veist, þar var bullandi samkeppni og enginn að græða neitt sérstaklega. Og heyrreiktunin er vídeolögkeður í dag, þetta er allt löngu fara á hausinn, Blockbuster og fleira, sko. Þeir mista lestinni? Já. Þeir lási ekki framtíðina? Nei, þeir hugsa bara, hvernig getum við toppað þessa gaura? Og þá fóru í þetta að senda myndir til fólks, leyfum að hafa í nokkra daga og þetta kerfi, og ég veit ekki hvernig söndu við stúdíóin með það, en einhvern veginn virka þetta bara mjög vel. Það virka með þess að það vel að þegar þið byrjuðu að bjóða upp á streymi, sko, þá var fólk mjög skeptískt, sko. Og það voru, þú veist, mikla deilur þegar þú voru svona hálfpartin að neyða fólk til þess að fara yfir í streymi, sko. En núna alltaf vitum við að þetta virkaði hjá þeim. En það sem er líka svo sniðið þá, þeir byrja með þetta streymi og það er vinsælt í dag, eins og segir, og það virkaði. En þeir gerðu ekki bara það. Þeir fóru líka framlega þessi degi efni. Þeir sáu fram á það að þeir ætla bara að treysta efni frá öðrum, þá munur fara á hausinn. Já, sko, þeir eru bara að hugsa, sko, þú veist, af hverju erum við að deila innkominni með öðrum. Hvað getum við gert til að halda meira af henni sjálfur? Þeir eru að fá álætningu hinna til sín. Þegar þú ert að deila efni með einhverjum öðrum, þá er hann að taka hluta álætningunni þinni, basically, eða svona. Þannig að það er náttúrulega líka þetta byrjaði bara mjög vel hjá þeim, að fyrstu seriðum sem þeir gerðu gengur mjög vel. Þannig að það er ekki skrítið þeir að skulle hafa haldið áfram í sömu átt, af því þeir náttúrulega áttu sjálfu ekkert content. Nei. Það voru bara háður öðrum. Þannig að þau þurfa að byggja upp sitt eigið content, meðan aðrir kannski eins og Disney bara sátu á miljónum klukkutíma af contenti sem þeir síðan sáu auðvitað fram á að auðvitað verður að fara að dreifa þessu bara sjálf. En mér finnst bara svo sniðugt þegar Netflix sáu það. Þeir einhvern veginn gáttu að lesa í framtíðina og það er að rætast í dag. Það er allir byrjað með sína eigin streymisveitu. Það er alltaf einhver sem veður á réttan hest. Já. En svo eru einhver 50 sem gera það ekki. Blockbuster hefði ekkert orðið svo Netflix. Alveg páttjött, sko. En þeir eru ekki til í dag. Nei. Bara svo keðja þetta er þessi klassíska mantra að þú verður að innoveita, þú verður að nýskapa, þú verður að gera eitthvað nýtt til að hanga inni. Ef þú bara ert alltaf í svo sama, gamla, aftur, þá kannski missur bara lestinni og endar sem síðasti maðurinn sem framleiði svipu fyrir hestvagna. Já, það er alveg málið. En mér finnst sumir ekki fatt alveg, kannski fólk er fljótt að gleyma, hvað Netflix voru sniður. Mér finnst bara svo áherslu að fylgjast með þessu. Þetta er ekkert, mér finnst ekkert oft sem að sér bara hvað fyrirtæki lesa svona skýrt í næstu ári. Ég sko, hvað vita menn fyrirfram? Það veit enginn eitt fyrirfram. Þú reynir að skanna landslægið, þú reynir að ímynda hvernig hlutinni verða, þú veðir á eitthvað, þú veist, og ef þú veðir nógu fast, skilur, og hefur kannski nógu mikla trú á því, og er tilbúin til að takast á við áföll svona til að byrja með og ekki gefast upp, að þá ert þú kannski fyrstur. Já. Og svo koma aðrir á eftir þér og herma eftir þér og kannski bara endan vítaði út á markanum þessuna. Kannski. Þó þú hafi verið fyrstur. En mér langar aðeins að fara út í annað sem þið að selja. Þið er ekki bara að selja með teiknumyndasögur eða bara DVD eða Blu-ray. Þið er líka með leikföng, styttur, bolla, alls konar hluti sem er ekkert að ná í á torrent. Já. Þannig ég fór svona að velta fyrir mér. Er engin sjáleg tenging þar eða kemur geggjuð Avengers-mynd að þá vil allir fá Captain America skjöldin? Jú, við getum alveg sagt að í þessum geira af því að það er ekkert byggt á því að fólk sé að lesa endilega eða vanti að spila. Það getur hver sem er keypt sér bolla með Captain America logoðni, eins og segir, eða Captain America aðdáandi. Þannig við sjáum það alveg. Við sjáum alveg að vinsælar
bókaseríur eða vinsælar bíómyndaseríur eða sjónvarpsseríur hafa sjálfsögðu áhrif á sölu á varningi. Og þetta byggist bara mjög mikið á því hvað er, þú veist, hvað er nýtt, þetta er oft svona hvað er nýtt og spennandi, hvað er svona cool og hvað er nýtt og hvað er svona klassíst sem virkar alltaf. En finnst það fyrst í gæðamyndarinnar? Það fyrir algjörlega eftir gæðamyndarinnar í huga fólksins sem að horfa á hana. En þú veist, þetta er allt, þú kaupir þetta ekki, þú veist, krukku eða könnu eða glas, merkt einhverju IP eða einhverju vörumerki, nema þú fílir það. Ég hún bara velta fyrir mig hvort sem munur á þessu að við tökum bara Infinity War. Hún var vinsæl, flestir sammála þessu flott Avengers-mynd og það verið góð. Svo kannski önnur, við tökum bara Thor Dark World sem fekk ekki góða dóma, flestir voru ekkert að fíla hana. Já, það sem þá gerist er það, þá kannski missir karakterinn Thor að tækifæri að verða fan favorite. Á meðan einhver annar karakter, Iron Man eða eitthvað, eða Wolverine verður meira fan favorite og þá selst vara betur með þeim karakterum. Já, þannig að það gæðin skipta máli. Það gerir það alveg pottþétt. Bara nýlegt dæmi að hérna, sem sagt, við mistum niður gríðarlega sölu á Game of Thrones eftir síðustu 2 seríunar. Já, það? Það er áhugavert. Síðustu 2 seríur fóru mjög illa með brandið, ekki náður að þannig. Og mörguleiti bara gengur að sumleiti frá því, sko. Þannig allavega í bili, sko. Þú fannst alveg fyrir því? Já, allir söluðarar fundu fyrir því. Að mjög margir Game of Thrones aðdáendur eru svolítið afhuga. Það voru búin að vera tryggir aðdáendur mjög lengi. Já. Og sko við seldum bækurnar í 10 ár. Það voru söluðastu bækurnar í Nexus ár eftir ár. Þó að vera ekki eins og nýjar. Áður en þættinni komu. Já, áður en þættinni komu? Við vorum búin að selja, sko, þú veist, 1000 af bókunum áður en þættinni komu. En hvað gerist að þættinni komu? Þeir eru slóið í gegn? Þá fór allt bara, það var allt bara crazy, sko. Þú sást bara því líka söluaukningu? Og við sjáum það bara á bókasölunni, hvernig við mistum þetta út. Hvernig við mistum út Harry Potter, hvernig við mistum út Game of Thrones, hvernig við mistum út Twilight. Þessi nöfn kyrðu bókasölu alveg gríðarlega upp, sko. Og það sár vantar í dag, eitthvað svona. Eitthvað nýtt fenómenon í bókasölu, segi ég, sko. Ég meina, það er erfitt eins og með Game of Thrones, ég meina, voru þið ekki alveg nokkra ára gamla bækur hún að þættinni komu? Jú, fyrsta bókin var orðin alveg 15 ára gömul held ég þegar þættinni komu, sko. Þegar þættinni komu og eru svona vinsælir, varstu hissa? Nei, ég raunir ekki, af því að ég náttúrulega vissi það að þetta var vinsælasta bókaseríun okkar síðustu 10 árin. Og vissi þetta var góð saga og alla bækurnar í Game of Thrones, voru alltaf í toppsætum hvers árs hjá okkur, þó að var ekki konin þættir. Þannig að þegar við fréttum að koma þættir, þá var það bara, þú veist. En jú, kannski, við höfum séð þetta áður, við höfum mjög vinsælar fantasíuseríur, en það gerist ekkert út í heimi. Við vorum með Wheel of Time-seríuna hjá Rupert Jordan. Kom ekki neitt með henni, hún var alveg gríðarlega vinsæl hjá okkur árum saman. Og fleiri fantasíuseríur sem hafa gengið selst mjög vel, en enginn pikkaði þær upp, sko. Já, svo engin sjónvarpsþættir eða bíómyndir. Svo leið og Game of Thrones sló í gegn, þá var allt í einu farið að leita að öllu þessu efni. Hvað getum við gert næst, sko. Þannig að það er, þú veist, eitthvað af þessu hefur komið og eitthvað af þessu og meira er á leiðinni af þessu. En eins og Witcher, af því að núna það voru bækur. Já. Svo kemur töluleikur, eða töluleikir, sérstaklega 3. var mjög vinsæll stór. Já. Og Netflix var að gera núna seríu, sem fékk nú alveg þokkala dóma þegar að gera seríu 2, en þetta var ekki eins stórt á Game of Thrones. Fannst þú að finna mun þar eins og bókasölu á Witcher eftir seríu? Já, bókasölu á Witcher hjá okkur tók flug eftir að þættinir komu. Já, hún gerði það. Já, má segja það. Og á eftir að, mér fannst seríu 1 mjög góð, bara yfirbúra góð fantasíusería. Ég er vonað að seríu 2 verði það líka, sko. Ég held að verði betri, sko, ef eitthvað er. Og við munum sjá áfram aukningu sölun á þeim bókum, en við erum ekki að tala samt neitt nálægt Game of Thrones. Nei, það var svo stórt, maður. Af því að Game of Thrones fór alveg yfir í mainstreami, sko. Það var fólk að lesa Game of Thrones bækur sem las almennt ekkert mikið af skáldsögum. Einmitt. Og það bara, þú veist, það fréttist bara að það væri eitthvað rosalegt, sko. En finnst þú að finna fyrir svona hálfgerðum kannski pirring hjá hardcore Game of Thrones nördum sem voru að lesa alltaf bækurnar, að því að George Martin, hann er heldur lengi að gera þetta? Ég held að það er allir búin að gefast upp á hann fyrir löngu núna. Það er enginn að bíða lengur, held ég. Er ekki 10 ár síðan síðast að koma út? Það er eitthvað svoleiðis, jú. Það er enginn að bíða lengur. Jú, það verður það frábært þegar hún loksins kemur. En það er bara ekki, en hann er bara, þú veist, hann skaut yfir markið bara. Hann lét fólk bíða of lengi, það er búið að missa dampinn, þú veist, sjónvarpsserían. Það þurfti að skrifa hana án hans, það fór allt í vitleysu í raun og veru.
þessi flesti sammála því að serían fór bara í vaskin eftir að hann hætta að hafa bækurnar sem grunninn, sko. Og það sem við getum núna haldið í vonuna bara að þeir fara að gera eitthvað af þessu nýju prequel-seríum. Þær muni slá í gegn og verða kannski aðgengilegri. HBO vona það líka. Og það alveg, ég meina, allir þessi fantasy heimar hafa alltaf þann möguleika að geta gert góða sögur. Þetta svona arketýpur, þú veist, þetta bara spurning, við með góða handritshöfunda, skilur, með klára framleiðendur, með sterkast sín hvernig það á að vera. Hvort sem það er Game of Thrones heimurinn eða Wheel of Time heimurinn eða Lord of the Rings heimurinn, það virkar allt. Það allt byggt á sömu formúlum og það virkar allt. Það er alltaf hópur af fólki sem tilbúin að horfa á svona hetjusögur með ævintýrablæ, galdramenn, þú veist, drekar eða skrýmsli. Og það þarf bara að gera það vel. En hver var þín persónulega upplifun af Game of Thrones sjónvarpsþáttunum, bara frá fyrsta þætti til síðasta? Ég myndi vilja hafa þetta, sko, mér fannst mjög gaman að þessu. Það var oft svo langt á milli sería. Það var búin að missa svolítið niður, sko, hvað var að gera síðast. Og kannski að því ég fór ekkert að horfa það aftur. Ég held að ef að Game of Thrones, þú veist, kæmi í dag og væri gert þannig að þú þyrftir ekki að bíða nema, þú veist, 6 mánuð kannski milli sería, þá myndi það ganga mun betur, sko. Og þetta er náttúrulega massív saga og ég hafði mjög gaman að henni. Mér finnst þetta mjög vel gert og mjög vel plottað upp að því punkt að þeir hafði ekki bækurnar til að byggja á. Fannst þú að finna fyrir svona þetta er kannski, þú veist, þetta er náttúrulega kannski ákveða væntingastjórnum, það vissi allir að, þú veist, hann voru konið fram á bókunum og það myndi mæða á handriðshöfundunum og það hafði ekki allir trú á því að þeir myndi ráða við það að hafa ekki Martin, sko. En svo vissum við heldur ekki hvað Martin var búin að láta það fá í hendurnar. En ég held að það hafi orðið nokkuð ljóst með, sko, 7. seríunni. Jafnvel hluta þeirri 7. að það var komin ákveða vandamál upp. Það var ekki eins skýrt plottað eins og það var áður. Það var búið að missa dampinn, það var einhvern veginn, það voru að spóla svolítið í sama farinu og það fór engin bjartsýnn inn í 7. seríu. 8. munur. 8. seríu, síðustu seríun 8. Og svo náttúrulega byrjaði hún bara frekar á því að skemma fyrir sér með því að kála White Walkerunum allt auðvitað og Night King. Og svo náttúrulega endaði þetta, þú veist, eins og þetta endaði, kannski ekki að spoila það fyrir þeim sem ekki búin að horfa. Allir búin að sjá það. Það fannst fólki ekki búið að byggja það upp á samfærandi hátt. Þessu umskipti sem voru hann í lokin. Þeir voru að drífa svolítið mikið. Ég held bara þessi gaurar sem að sáum þeir voru bara ekki nógu klárir. Heldur það sé málið? Ég held það sé málið, sko. Þeir voru góðir að vinna úr efninu hans, svo þegar þeir þurftu að fara að leggja meira fram sitt eigið, sko, þá var það bara ekki til staðar. En það er líka kannski erfitt fyrir þá að keppa við, því Martin, hvað ætlaði sem búin að eyða mörgum árum að sinni ævi í að fimpúsa þessa sögu. Svo taka þeir við einhverju geggjuðu verki sem samt ekki klárað. Nei. Þannig að þetta er svolítið mikið pressa kannski á þeim að vera jafn góðir. Þetta er náttúrulega alveg gríðarlega pressa, sko, og náttúrulega þeir eru látnir taka alla skuldina, alla sökina, þú veist, fyrir alltaf að fara í vaskin og ég veit ekki hvort það fengi nokkuð að gera að viti síðan serían hætti, sko. Ég ætlaði ekki að gera Star Wars. Þeir ætlaði í Star Wars og ég held að það hafi verið svona bara pent, hætt við það. Þannig að við verðum bara að sjá hvað gerist, en ég sé að Game of Thrones heimurinn getur alveg skilað af þessu góðu verkum. Það er bara alveg eins og með Star Wars heiminn, þú veist, það fyllt að missetnum Star Wars efni, en heimurinn býður alltaf upp á að það sé gert eitthvað nýtt og gott og við sjáum það bara Mandalorian rífur upp væntingar fólks til þess að það sé hægt að gera góða sögur úr þessum heimi. Hvernig fannst það nýju Star Wars myndar, nýjustu 3 ár? Tökum þessar episode myndir. Við hoppum beint yfir í það. Það er náttúrulega mikil vonbrigði, en samt kannski væntingarnar voru aldrei það miklar. Maður var búin að brenna sig á þessu, maður vissi alveg að það var áttalega samsöða í gangi, ekkert svona mjög fast haldið utan þetta. Bara meira svona money grab, nýbúin að borga Lucas 4 milljarðar fyrir vörumerkið og þarf að fara að dæla penningum í kassan, tilkynna hlutónum að sé örugglega mynd á leiðinni svo að þeir fá eitthvað fyrir sín snúð og þessar 3 myndir eru ægilega misjöfnaðar. En það er samt alveg góður hlutir inn á milli, sko. En það verður bara að horfa með lágum væntingum. En Mandalorian, fannst þér það hafa Mandalorian, hins vegar þá er aftur kemur kannski ekki alltaf mikla væntingar. Og þá er það bara svona basic, einfalt Star Wars. Mandalorian er bara í algjörlega anda myndasagnana og skáldsagnana sem hafa verið gerðar.
það bara ekkert verið að reyna að gera eitthvað crazy, þetta bara svona að vera að gera skemmtilega sögur, skemmtilega karakterum, og þarf ekki heimurinn þarf ekki allur að vera veði, skilurðu, eða the force, eða the balance of the force, þetta bara einn gaur að, reyna að bjarga sér, skilurðu, og það alveg nóg. Já. Þessi heimur býður alltaf upp á þetta, þetta er bara fantasy og sci-fi setting, bæði í einu, og býður upp á að fólk sem bara hefur bara góða frásagnar gáfu, náðagáfu eða bara þjálfun, getur farið þarna í mikinn sagnabrunn og sett saman gott efni úr því. Og kannski því minna sem að væntingarnir eru að þú þurfa að tengja allt eitthvað saman og gera einhverja rosa epic, finna einhverja gamla karaktera og svona, að þá kannski getur menn skrifa betra efni. Það er ekki alltaf fastir í því að þurfa að miðla einhverju eldra svona samhliða. Mér varst það með Jon Favreau sem hann gerir Mandalorian. Það sem besta sem ég held að hann hafi gert var að fá Dave Filoni með sér sem gerði hann að Clone Wars teiknumyndirnar, já. Og þeir alveg vel liðnir af hardcore aðdándum. Þannig að þeir saman að gera góða hluti. Já, það sem böggaði mig alltaf við Star Wars, því ég fíla hann heim. En mér fannst þér alltaf að fókusa bara sömu karakterina og sömu blándunar. Akkur sýna okkur ekki eitthvað, gefa okkur eitthvað nýtt. Það er þetta þeir væntanlega voru svolítið meðvitaður það að ef þeir notuðu gömlu karakterina og þá myndu þeir ná betur í gömlu aðdándunar. Og þetta er líka bara, þú sér það bara í Hollywood almennt. Það er ákveðin hræðslu að gera eitthvað frumlegt og nýtt. Sem er hræðileg. Að þú vilt vera svolítið safe. Þú vilt veðja á eitthvað safe bet. Endur gera einhverja gamla mynd sem að alla fólk kannast við nafni. Þá veit að svona heyri nafni, þá veit að hvað er í gangi. Þá áttu búin að búa til, væntingar. Og þetta er bara afraksturinn af því að hvað er einhverju dýrt að gera bíómynd. Sem ef þú vilt að sem sagt þú vilt dreifinni, þú vilt fullnýta dreifikerfið þitt. Eins og Disney, tökum við á þessu dæmi. Já. Þú vilt gera mynd sem höfðu þessi kallað 4-quadrant movie sem öll fjölskyldan getur séð og helst dreifin allan heim, bæði Vesturlönd, Austurlönd, Mið-Ameríku, allt saman. Þá þurfa ákveðin element að vera til staðar og hún þarf að kosta ákveðið mikið, það þarf að vera svolítið þyngd í henni. Þú þarf að kaupa dýra leikara, þetta hafa eitthvað sem getur markaðsett. Og þessi bolti vindur bara upp á sig og þetta verður alltaf dýrara og dýrara og þá verður þau svona þú verður einhvern veginn að vera aðeins vissar ef þú sett með eitthvað í höndunum sem að þú getur fengið peningin tilbaka. Og bara Hollywood í dag, það gengur svo mikið út á að reyna að reikna út hvaða leikarar eru með box office draw, hvað með marga fylgjendur á Instagram. Þetta er allt sett inn í, bara, það eru heilu fyrirtækin sem ger ekkert annað en að bara greina landslægið og reyna að segja stúdíónu, ef stúdíó kemur því ef við gerum svona mynd með þessum leikara og þessari leikonu og svona, þessu sögumþræði, getið sett það inn í kerfið og spýtt út hvað þið haldið að aðsóknin sé allan heim. Og þau geta actually reiknað þetta út. Svona. Þau geta látið stúdíó að hafa eitthvað í hendurnar sem segir bara, ok, ef þú gerir þessa mynd svona, hérna eru líklega niðurstöður. Og þetta er millistjórnandinn í Hollywood. Hann getur tekið þessar niðurstöður, farið með til síns yfirmanns og sagt, hérna er verkefni sem ég er að vinna við, hérna er búið að reikna allt út, þetta er safe bet fyrir 200 milljónir, og það er það sem þá áttu búin að varpa ábyrðinni yfir á kerfið. En þarna varst að lýsa, ég skil hvað það tala og þetta er pottitt svona. En ég hugsa með mér, í öllu þessu ferli, hvað er ástriðan? Hún er alveg til staðar, hún er alltaf mest til staðar hjá listamönnunum sjálfum, sem eru á endan að ráðinni í verkin. Þetta er kannski óttalega svona, þetta er mikil business, og framleiðendur eru yfirleitt ekki kvikmyndagerðar menn, þetta er bara best oft bara drifið mikla einstaklingar sem hafa unnið sig upp í gegnum kerfið. Og fyrst gaman að bara að víla og díla og eiga peninga og vera stórir. En á endanum fer verki í hendunar á alvöru listafólki sem er, með passion fyrir frásögn, fyrir kvikmyndagerð, myndatöku, leik og öllu saman. Og þau bara ræða þessu rétt saman og þau fá að vinna sitt verk og þá verður útkoman yfirleitt góð. En ég meina Hollywood er búið að vera að blanda business og list í 100 ár. Fyrstu kvikmyndagerðarmenn voru bara businessmenn í raun og veru. Ég skil það alveg og ég veit að þetta verður alltaf verið þannig. En mér í dag, maður heyrir eins og Kína, það eru stórmarkaður. Það er miklu stærri markaður í dag
fyrir kvikmyndir heldur en var fyrir einhverjum árum. Þannig að Hollywood kannski að fara að pæla í, herðu, gera bara Transformers, fullt af tæknibörðum, fullt af sprengingum, að því einhver sem býr í Kína og einhver sem býr í Texas í Bandaríkjunum, hann fær sömu ánað út úr þessu, að þetta bara sprengingar. Þetta bara spektakól, skilur hvað við? Í staðan fyrir kannski setja meira púður í handrit. Já, það alveg rétt að sko, að þau eru svolítið að fara eftir formúlinu, þau ákveða að gera Transformers mynd og ætlum að sína hann eftir 3 ár út allan heim. Það ekkert byrjað að pæli því hver verið sagan í þessari Transformers mynd. Það bara búið ákveða, þá var að gera nýtt eintak af þessu vörumerki og dreifa því. Og svo farið að hóa í einhverja til þess að sjá að gera myndina. Og þá allir gangur á hvernig það tekst til, hvort að þeirra aðilar kom inn með sterkar sín, einhverja frumleg hugmynd, getur gert góða karakter og gert góða sögu, en auðvitað er þetta alltaf undirbyggt á þessari væntingastjórnun stúdíósins, er að vera búin að stilla upp myndu næstu 3 árin eftir sínu vörumerkjum til þess að viðhalda tekjustreyminu. Það ekkert verið að gera nýja Transformers mynd af því að það fannst gott Transformers handrit onni í skúffu. Nei. Það bara búið ákveð þarna að gera Transformers mynd. Þannig að það er byrjað á öfugum enda, það er ákveðin frumsýningadagur fram í tíman til að fylla hluthafana af öryggi. Það sé nú öryggið að setja aðeins meiri peningi og köpa Disney hlutabréf því það er svo gott planhjáðu næstu 4 árum með myndir, en það er engin lesin eitt af þessum handritum. Það er engin svona til. Nei, svo þau skrifið ykkur í flýti? Það er oftar en ekki þannig í dag, finnst mér, að veikilhekkurinn með þessi aðferðafræði. Að akkurat þegar áfara að byrja að gera myndina, þá er ekki til og það er engin, að banka hjá þeim og segja, heyrðu, gerum hérna nýja Transformers mynd. Að minnst vantar svolítið meira þessu, að einhver komi bara, ég er með frábæra hugmynd, gerum þessa mynd og þeir bara lesa þetta og finnst þetta frábæra hugmynd og þykist þetta peningi í þetta. Að þetta er alltaf að minnka hjá Hollywood. En þetta náttúrulega færist það bara yfir á aðra aðila, oft sko. Hvernig þá? Að allir vilja keppa við Hollywood og þú getur alveg gert það. Þú getur gert ódýra Netflix-seríu og sjá hana jafn margir eins og fór að sýta Avengers-myndina. Já, ég skilji. Og hún gerði fyrir allt annað budget og allt öðrum formúla. Þannig að við kannski okkur finnst þessi ameríski Hollywood dominans hafa alltaf verið mjög mikill. En hann er ekkit endanlegur og þetta er alltaf að þróast. Og Hollywood hefur líka brent sá því að eru ofastir í blockbuster formúlunni sko. Að 2-3 lélegir blockbuster eru röð, þá fyrir fólk að missa áhuga að fara í bíó. Því það hefur áhuga, fólk, þú getur alveg að horfa á sprengingar í 2 tíma er alveg ákveðin skemmtun. En ég meina það er bara fyrir ákveðin hóp. Já. Flestir aðrir fara í bíó þegar langar bara að sjá góða sögu. Já. Samsvara sig með persónunum, fá einhvern svona sannleik. Það hverfur ekkert, sko. Meinar þú þörf? Sú þörf, sko. Og ég held ekki, ég meina nú, maður veit aldrei, þetta er náttúrulega, við verum að það fara í bíó, þetta er bara ákveðið format. Þú ætti að fara á staðinn, kaupa miða, setjast inn í sal, horfa á mynd í 2 tíma, ekki mjög hlýði, flestum stöðum í heiminum nema hér, kaupa nammi, kaupa pop, og svo fara heim. Þetta er heilmikill, commitment pakki að gera þetta. Og fólk verður að, það verður að fá okkur út úr þessum 3,5 tímum sem fer í þetta, í þannig pakka og þessum pening. Og meðan þau finna það ekki, þá hægt og rólega hætta þau þessu. En nú búið rosa mikið í gangi út á COVID. Mörg kvikmynduhús hafa hreinlega þurft að loka, sérstaklega í Bandaríkjunum. Sá markaðir bara í lamasess í dag, hann er eitthvað aðeins að koma upp núna og stúdíun er búin að fresta öllum þessu stóru myndum. Þannig að margir eru farin að upplefa myndir í fyrsta skipti á streymisveitum heima hjá sér. Hver er þín tilfinning fyrir bara framtíðinni, næstu 5 árin? Ég held að fólk er búið að horfa það lengi á myndir heima hjá sér. Að það er engin stór bylting þar. Að síðustu 20 ára núna á undan, það voru bara ákveðnir hópar sem héldu uppi bíóaðsókn. Þess að unglingarnir, barnafjölskyldur, varum börnin í bíó. Þetta er ívent fyrir þau. Það er ívent að fara hitta vininn og fara í bíó. Það er ívent að bjóða krökkunum í bíó og geða þeim bópanami og það er fjölskyldudagur. Síðan er fólk sem er bara, kannski hefur meira áhuga á góðum kvikmyndum, það fer reglulega í bíó, það er bara svona partur af þeirra afþrenga munstri, fara út, sjá nýjustu svona alvarlegu myndina,
Bíóparadís eða eitthvað og þau eru svona, þú veist, þau velja ákveðna myndir og þetta munstur, allt þetta fólk samhliða er með sjónvarp og vídeo og hefur alltaf verið með nóga heimaafþreyingu. Þetta er ekkert svo mikið keppni milli heimaafþreyingarinnar og bíóana myndi ég segja. En það sem að sko hefur alltaf hjálpað bíónum, það er þessi gluggi að hafa myndina út af fyrir sig. Já. Og þau hafa barist með kjafti og klóm fyrir þessum glugga og heipa engum öðrum að í áratugi, alveg frá því að vídeóið byrjaði. Það var stanslaus barátta milli stúdíóna og bíóna að halda þessum glugga. Núna náttúrulega með COVID þá fellur hann algjörlega saman. Já. Að vopnin missa bíón missa öll sínu vopn úr höndunum. Já. Og allt sitt bargaining power og stúdíóin standa eftir með bara, þú veist, getur gert nánast það sem þeim sýnist, sko. Og cut out milli gönguliðin. Og það er spurning hvað gerist núna. Að eins og segja, það má kannski segja að bíóin hafi reynd að halda aftur hólskeflunni eins lengi þau gátu. En svona kannski, þetta er kannski óhjákvæmileg þróun. Meinar þá að þau næst í degi brút? Heldur það sé að fara að gerast? Ég veit, sko, ef þau ná að halda gluggan og opnum lengur, þá deyja þau ekki út. Þá er það bara business as usual. Annar möguleiki er að bíóin hreinlega borgi þeim fyrir að halda glugganum, eins og stúdíóin borgi bíóinum fyrir að halda glugganum minnin er. Fyrir að minnka gluggan. Að bíóhúsin fái hlutdeild í gróða streymisveitnana. Það verið svona skipt á milli tekjunum. Það er ákveðin líkur að það gerist, af því að í fyrsta lagi, sko, stúdíóin, þau halda mikið upp á bíóin. Þau halda mikið upp á það að frumsýna mynd í bíó fyrir 1000 manns, þú veist, og hafa frumsýningu og leikarnir koma á rauðadreglinum. Allir þessi glamúr pakki, hann hverfur svolítið með streymisveitunum. Og ég veit að stúdíóin, þau vilja svolítið halda í þetta, en sko, þetta er náttúrulega búið að vera þessi barata mjög lengi og þetta er náttúrulega, COVID breytir öllu. Þannig að, en það sem að kannski hjálpar bíónum, þú breytir ekki bíó í einhver aðra fasteign svo auðvitað. Nei. Þannig að út leigusali og þú veist bíó allt í missi tekjurnar, getur ekki endilega sparka bíóin út og breytt í veitingastað, þannig að það kostaði óheyrilegan pening, sko. Góð punktur. Þannig að það hjálpar bíónum að hvað þetta er svolítið svona fast fyrir þetta mótil og þau eru svona, en ég held að þetta endur með einhvers konar kompromiss. Að báðir þurfa að gefa eftir eða þau vilja viðhalda þessu sambandi bíóna og stúdíó. Náttúrulega eins og í Bandaríkjunum, sko, stúdíón áttu bíóin einu sinni. Þau mistu það, sko. Jú, það er svolítið langt síðan. Það var eina fyrstu samkynniseftirlits ákvörðunum í Bandaríkjunum. Það var að taka bíóin af stúdíónum. Já, þau segja bara þetta gengur ekki. Já, svo þau hefði ekki einokun, sko. Af því að þau höfðu algjörðu einokun. Litlir aðilar sem voru að framlega myndir komist ekkit að í bíóin, af því bíóin annarkot voru búin að áttu bíóin sjálf, stúdíóin, eða þá bíóin voru búin að gera einhverja rosalega enga samninga við stúdíóin, sko. Og þetta fór samkynniseftirlit í Bandaríkjunum í, sko, og leysti það upp. Og þá kom bara, þá eru aðrir sem eiga bíóin og sumir sem eiga stúdíóin. Fylgdist eitthvað með hvað Warner Bros. Ætlar að gera núna í ár? Þeir ætla að gefa út nýjustu myndina sínar, bara alla myndinar, stóra myndir líka, sama dag í bíó og HBO Max, þeirra streymisveitu. Þú varst búin að heyra þessu? Já, ég er búin að heyra, þú veist, þetta er alltaf nokkrar veitur, ég man ekki nákvæmlega hver það er að gera hvað og hvernig, en jú, þetta er alltaf, þeir liggja á svolítið myndum. Þeir þurfa að sína þær, bíóin er ekki, fólk er ekki að fara í bíóin, þeir verða að gera eitthvað og Disney er að gera bæði, þeir eru bæði að sína mynd í streymisveitinu strax eins og núna með Ræju og The Last Dragon. Svo kannski kemur Black Widow og þá er það ekki gert. Það verður spennandi að sjá með hana. Maður veit ekki, þannig að þetta verður svona í einhverju flux ástandi næsta árið. En heldur þú, ef að til dæmis Dune, það er að koma ný Dune-mynd og ég veit að leikstjóni brjálar yfir þessu, að því að hún kemur sama dag á streymisveitu og í bíó. Ég held mér að þessu eitthvað reyfrildi í gangi, að því að það er annað framleiðslufyrirtæki sem koma að þessu og þeir eru bara, býtu, hvað er að pæla? Þú veist, þetta var ekki til samningunum. Þannig það er alls konar dæmi í gangi bak við tjöldir sem við kannski veit ekki alveg af. En heldur þú að þegar sú mynd kemur út, ef fólk hefur kostað eins og Íslandi, kannski er opið í bíó hér, en getur líka kannski stólinni heima, er fólk ekki
að fara frekar í bíó? Ég held að þessum glugga þessi gluggi, þessi einokun bíóna af 9 myndum í nokkra mánuði, 2 mánuði, kannski 3 mánuði, þeir börjust fyrir þessu með réttu. Þetta eitt af því sem hélt upp í bíó aðsókn. Það þú gast ekkert sé myndina öðru sem heldur inn í bíó. En hversu hátt hlutfall það er auðvitað að segja. En hver er þín tilfinning? Mín tilfinning svo að bíóin tapi á því að myndin sé sýnd saman dag í streymisveitu. En þá konu torrent strax? Ég tala bara þó allir væri að gera það lögulega. Já, það alltaf tapa á sátt. Ég held það. Ég held það að það sé, þú veist, það sé alveg slatti sem myndi það bara, ég bara hótt hana heima. Ég ger það bara, ég á góða græjur, heimistofu, ég get reykt á meðan eða verið í tölvunni. Og ég ger það bara. Og svo annar hópur sem að segja bara, ég ætla að fara þessi bíó. Þetta getur alltaf verðið haft áhrif þar á líka. Eins og núna Disney var með ræju, út með Disney Plus, þú kaupir ræju á, hvað held ég, 3 og 5 ofan á. Það eins og 2-3 miðar í bíó með börn. Þú veist, ætlar að poppa heima og kaupa ódýrt kos og horfa á hana heima eða ætlar að fara með skaran í bíó. Þetta eru peninglegar ákvarðanir sem að fólk mun taka. Og það þín tilfinning að fólk mun frekar hugsa, herðu, eins og segir, ég kannski flotta græjur, það er aðeins ódýrar fyrir mig ef ég bara kaupa hana á Disney Plus? Ég held að það sé fullreynt hvaða hópur vill fara á myndin í bíó. Þú ert ekkert að búa til henni nýja, það er alltaf nýliðun, en það er enginn allt í henni að fara á mynd frekar í bíó. Þú veist, svona öllu öðru jöfnu. En hins vegar ertu með hópa fólki sem væri kannski til í frekar að sjá hana heima. Það er spennt fyrir henni og það er alveg til í að bara sjá hana heima. Og það er verið að opna fyrir þessa breytingu og ég held að hún sé að fara að gerast. Svolítið, en hversu margir? Nú veit ég, unglingarnir eru samt að fara í bíó. En svo líka bara þetta social aspekt, að fara í bíó. Þú ert eins og að vera heima, jú, getur eitt með konunin eða teimböndunum eða hvernig sem það en að fara í bíó. Þetta er stór salur, fullur fólki, þeir eru kannski að upplifa eitthvað flotta mynd, það er allir að hlæja. Það er eitthvað stemming sem myndast í kvikmyndasal sem myndast ekki heima. Já, ég er alveg sammála því og það sáhópur mun alltaf sækja í, þú veist, fólk sem hefur orðið fyrir mjög jákvæðum upplifunum í bíó. Það heldur áfram að fara í bíó. Annars fólk sem orðið fyrir miklum jákvæðum upplifunum í leikhúsi heldur áfram að fara í leikhús eða ballett eða óperu eða hvað sem er. Þú sækir í aftur það sem að veitir þér ánægju. En það er bara spurning hversu stór sá hópur er. Að ég er veltað verið með krakkar sem er alls kannski upp í dag. Og segjum að þetta módel haldi sér. Að myndi kom bara í bíó, líka streymisveitu, er einhver smá hópus fyrir bíó en flestir að horfa heima. Þessi krakkar sem alast upp í dag, verður það kannski ekkert bíó kynslóð? Það kynslóð er. Ég held að kannski erfitt að benda á eitthvað konkrét. En ég hafa tilfinninguna að það sé alltaf erfiðara fyrir unga fólkið að taka frá 2 tíma í bíó og gera ekkert annað á meðan. Þau eru bara svo bombarderuð af hlutum sem þau þurfa að bregðast við. Þú veist, þau eru influencerar, það þarf alltaf að uppdata. Þau eru, þú veist, fylgjast með influencerum, það er alltaf eitthvað nýtt að gera. Alltaf í símanum eða... Þau eru í samskipti við vini sína út allan heim og þá þarf alltaf ofta að bregðast við bara strax. Þannig að sko, þetta er í raun og veru bara stríð einbeitingu fólks. Og samfélagsmiðlarnir eru að vinna það stríð. Já, klálega. Þeir eru að vinna það með, þú veist, þeir beita öllum ráðum sem þeir geta til að taka einbeitinguna þína, fá hana yfir til sín. Og þeir nota, þú veist, bara mjög basic tól til þess. Þeir eru bara að plugga beint inn í tilfinningakerfið þitt með alls konar formúlum og öllu. Þannig að ég er svona pínu svarsinn á þetta að það sé margir sem bara ef ég fyrir bíó, þá get ég ekki verið á netinu í 2 tíma. Og sumum finnst það bara hræðilegt. Já. Já, og veist, bara svona svolítið eins og bara reykingamanneskja sem getur ekki farið í bíó nema sér lé. Já, svona getur hún að reykja. Hún getur ekki verið 2 tími án þess að reykja. Því við erum fíklar í samfélagsmiðlana og síman og svona. En mér finnst bara svo gaman að pæla í þessu, af því ég var einhvers mitt fyrsta barn. Þegar hann verður, segjum bara 12 ára, skefti bara núna 12 ár, ef hann verður kvikmyndaáhugamaður, þetta nú ég mikil kvikmyndaáhugamaður og mun alansand upp í því og kannski verður hann líka kvikmyndaáhugamaður, en verður öðruvísi að vera kvikmyndaáhugamaður 2035 heldur þegar ég var
úrlingur 95? Sko, ég held að það sem við þurfum að hugsa að sko er að formið sem er að áhrif á innihaldið eða innihaldið sem er að áhrif á formið. Bíómyndir eru form. Þú veist, byrja sem 1,5 tími. Bara saga, byrjun, miðja, endir. Svo kom ekki framhald. En þetta var bara svona, þú veist, hérna horfur við 1,5 tíma á bíómynd. Og sittur og horfur á hann og gerir eitt annað. Svo verður 2 tímar. Svo kannski verður 2,5 tími. Það er ekkert sem segir okkur að þetta sé, þú veist, form sem endilega lifir endalaust. Þetta er bara form sem er fundið upp. Þetta virkaði, þú veist, að fólk fór að myndi í 1,5 tíma, beita, þú veist, Aristótel-formúlunni, Reis og Hnig, sögu frásögn og allt það virkar. En það er margt annað sem virkar líka. Fólk er alveg tilbúið til að horfa á míniserju, 10 klukktíma, klukktíma á viku. Og bara ongoing serjur, langar. Það er að fá til að fara í 4 tími bíó, það er hægt, einstaka myndir kannski, eða 3 tímar, það er svona orðið too much fyrir flesta. Á meðan að það búið að finna útrúlega í kringu 2 tímanir eru the sweet spot, sko, og kannski aðeins minna jafnvel. Það er mjög áhugavert að bera saman running time á myndum fyrir 30 árum og í dag. Þetta er gríðarlega mikil munur. Rosa munur. Og ég held að þessi dans, milli þess hvað er verið að bjóða upp á, og hvað er verið að horfa á og hvernig, þetta er ennþá bara í þróun. Við vitum að bíómyndin virkar 2 tímar. Núna er verið að prófa, getur við áttið fólk bingea eina serju, 10 tímar. Og það virðist þá til í það? Við viljum að gera það allt í einu. Ef maður sína þeim 1 þátt á viku, skilur, fáum umtal fyrir hvert þátt. Og það er búið að prófa annað, það er búið að prófa styttarefni, það nú settir hérna einhverju milljarðar í einhverja stöð í Bandaríkjunum, sem ætlaði að vera með svona stuttefni, bara 10 mínútur, 5 mínútur, 7 mínútur. Man ekki hvað hann heitir það, og voru stóra aðeins að setja mikið peningi í það. Þessir fórinu bara á hausinu bara daginn? Bara daginn, sko, já. Og þeirra mótal átti að vera að gera styttarefni, reyna að finna, þú veist, er þetta sem unga fólk vil horfa á í dag? Vil bara horfa eitthvað stutt. Það feilaði. Þannig að það er alltaf verið að gera tilraunir með í rauninu hvað ert að fara að horfa á, hvernig sögu, á hvaða formi, hvaða lengd, hvernig budget, hvað er það sem að dregur þig að efninu. Og það er bara, þú veist, þetta er ekkert ósvipað á því sem hefur gerst í bókunum. Fyrst voru bara bækur, svo komu trilógíur, svo komu 10 bækur. Svo eru smásögur, svo eru ljóð. Það er alls konar format til á efni. Og í raun og veru samband áhorfandans eða lesandans eða hvernig sem er hlustandans við efnið. Nú eru komið podcast sem eru 2 tímar. Og sumal upp í 4 tíma. 4 tíma. Þannig að og ég meina, þú veist, ef þú átt 4 tíma lausa, ætlar að hlusta á 4 tíma podcast sem kostar, þú veist, 10 skallar búið til eða eitthvað. Eða ætlar að horfa á, þú veist, $600 million epískt kvikmyndaverk, 2 avengers-myndir á 4 tímum. En hvað ætlar að gera við tímaðin? Hvað er efnið að fara að gera fyrir þig? Hvað þarf til þess að þú veist, þarf að eiga $600 million til að fá þína, þú veist, 4 tíma, eða nóg bara að búti gott podcast. Að ég bara velti fyrir mig, því ég er svo mikið kvikmyndanörd, búin að vera að síðan á krakki, fætast í genum pabbi minn, hann var alltaf að síðan með einhver bíómyndir og svo var því bara held ekki af þessu. Og ég fyrir stundum hugsa bara, vá, ekki í framtíðinni verða manneskir sem ég bara risaðalur. Það er alltaf að tala um það, ef eitthvað búið að virka í 200 ár, eða 100 ár, þá virkar það sem 100 ár í viðbót. Bara því það, þú veist, það eru svo fast fyrir og það virkar. Það kannski deyr út, en það tekur það kannski langan tíma að deyja út. Það var oft búið að tala um að bókin, þú veist, sé að fara að deyja út, hún er orðin 400 ára gömul eða 500 ára gömul. Bíómyndir eru orðin 100 ára gamlar. Já, einmitt. Sjónvarpsþættir aðeins minna, en það er ekkert að spá fyrir en fólk hefur alltaf gaman að láta segja þessu sögu. Það búið að segja okkur sögur síðan við vorum bara, þú veist, sennilega fyrir tíma mannana, þú veist, mannabategundar undan okkur sögðu örgla sögu við varaldin. Menni fundu ekki upp eldin, skilur. Þeir fundu sennilega heldur ekki upp það að segja sögu við eldin. Þannig að þetta inn í og lifa sig inn í sögu, það mun alltaf lifa. Það er bara spurning hvernig við formið. Þú veist, hvað er fólk dedikerað? Vill að fá, þú veist, virtual, bara sökka algjörlega inn í full senses, bara allt, gera ekkert annað með hann, bara alveg stjarfur inn í upplifuninni. Eða vill að horfa með öðru á myndina og vera í símanum og með hann. Spjallaði vinuna. Þú veist, þetta er allt spurning bara samband neytandans eða áhorfandans og verksins og formsins. Það vinnur allt saman. En það sem kom mér svolítið líka óvart eins og í dag, eins og þú talar sérstaklega kannski unga kynslóðin, samfélagsmiðla og síma og allt þetta, að ná athyglinni.
að það oft bara, nei, ég vil vera í símanum og ég get ekki horta á takkið bíómynda að þess að vera í símanum. En mér alveg magnað hvað sjónvarpsþættir, og ég veit alltaf þetta skipti í þætti, en hvað eru margir sem bara að bingea, bara klára stóra seríu bara 2 dögum, en það svo athyglingi síðan þar, skilur? Já, en það fólk hefur, þú veist, margir nota sjónvarp bara til að slappa af. Bara orkan bara búin. Vinnan búin, húsverkin búin, og það bara, þú veist, fínt að bara sittast niður, slaka á, horfa á eitthvað. Og þannig, og svo þú veist, fólk hefur líka bara mismunandi mikið tíma. Og þá kemur þetta, alltaf að horfa einhverja krefjandi listræna mynd, experimental, eða viltu bara fá eitthvað svona sem þú veist að virkar, bara auðmelt í einhverju geiri sem þú þekki vel. Transformers 5. Kemur ekkert óvart. og það einmitt kom svolítið óvart að það var alltaf að vera að tala að bíómyndu væri svo langar og það mætti vera ákveð langar, svo setur fólk og horfir á, þú veist, 6 tíma sjónvarpsseríu í röð. Það bara allt annað. Að fara í bíó í 3 tíma ekki saman að sitja heima hjá þér í 3 tíma. Nei, það er eitthvað rétt. Þannig að þetta svona, má ekki gleyma locationinu. Nei, það skiptir alltaf máli. Og það slappa upp í sofa heima horfa í 6 tíma alveg eitthvað sem menn geta alveg gert. Fara að klósta á milli og eða fara eins í síman ef það og samt fyrst með öllu og hlusta hvort að börnin séu sofandi og allt þetta, þú veist, virkar. En það sem kannski gaman að þessu núna með þessi tókstreita á að sína 1 þátt í einu, hafa eitthvað svona, þú veist, þannig að fólk tala hann daginn eftir og býði spenntið til næsta, eða á bara að dömpa þessu öllu í einu. Hvort kýst þú persónulega? Ég kýs dömpið frekar. Bara allt í einu? Já, sjálfur, Af hverju? Af því að þá get ég stjórnað þessu betur, peysinu. Af því mér finnst alltaf, ég alltaf, þú veist, ég var alltaf að kvikmyndagreinandi og mér finnst alltaf einhvern veginn uppbygging verksins skipta máli og að verki hafi, þú veist, tækifæri til að virka á þig. Þú veist, þú fer í bíó 1,5 tíma og verki allt byggt upp og þú bara fylgjast með og þá bara alltaf virka á þig og þú þarft að fara á klóstið eða þú þarft að vera reykja eða þú þarft að vera í símanum með hann, þá missuðu niður þessi tengsl. Þannig ég vil geta hort á seríu og ef ég er spenntur í svona næsta þátt núna, þá get ég hort á hann núna. Ekki bíða viku. Bæði það, og svo líka, maður kannski að halda að þú kannski sé ekki alltaf raunin að ef maður horfir á heila seríu í einu, það sé einhver uppbygging sem virkar, þú veist, og maður sé árin dregin inn í sögun og hún heldur manni gangandi og fleitir manni gegn, en það er bara mistið til seríum, Það fyrir því að mistið til seríum hvort þú kýst? Já, ég held ég mun alltaf kjósa dömp mótið sjálfur, bara upp á þægindin og geta þá ákveðið núna frá að horfa á þetta hennar tíma. En það er líka allt í lagi þetta, þú veist, þetta vikulega, ég meina, núna alltaf var Falcon Falcon and the Winter Soldier var að og WandaVision var alltaf einu sinni í viku. Sástu það allt? Nei, já, ég sá það allt, en ég beið, ég horfði bara í 2 skömmtum. Sniður. Það er svolítið erfitt þegar alltaf verið að spoila fyrir manni, þessi viku þætti, en ég kýs það, já, að horfa á svolítið mikið í einu, ef ég get. En nú kemur Falcon, í dag var fyrsti þátturinn. Jú. Og er það ekki sama módel, þá kemur 1 í viku? Sama módel, jú. Og ég reikna með að ég muni nú kannski horfa á það kannski vikulega. Ég er aðeins spenntari fyrir því heldur en WandaVision. Já, einmitt. En hún kom mjög vel út, ég er mjög sáttur við hana. Já. En það er einmitt áhört að því að þú horfa á þetta þannig. Þú tókst þetta bara, öll serían var komin og þá byrjaði þú að horfa. Já, ég horfa á helmingur á komin, þá byrjaði ég að horfa, svo geymdi ég restin og kláraði. Já, ok, þú tókst í 2 tók hann í 2 pörtum með svona 3 vikur á milli, Og það er einmitt eitthvað sem ég mér fannst ekkert virka mjög vel, ég hefði kannski viljað frekar bíða bara, þá þannig alla koma. Já, ég er svolítið samanlega, ég horfði á, þeir gáðu fyrst 2 þætti, svo kom 1 í viku. Og mér finnst þeir hafa klikka pínu þarna, að ég held að þessi sería hefði notið góðs að því að vera gefin út öll í einu. Já, ég held að eins og hún er uppbyggð, að þú byrjar svo rólega, þú veist ekkert hvað er í gangi og þau þurfa svolítið að treysta því að þú nennir að vera spenntur og sjá bara bíða og sjá bara, ég ætla að bíða og sjá hvað gerist. Já. Það er kannski minni líkur á það gerist ef að næst þáttur eftir viku. Þú kannski ekki nógu spenntur eða spennt og svo gleymur því og svo fer að horfa eitthvað annað. Þetta er inn einhver aðra seríu. Já. Og ég held að það sé alveg svolítið til í því, að það sé gott að velja kannski formið eftir innihaldinu. Af því að fyrstu 3 voru alveg, mér fannst það pínu erfiðir, Mér fannst það ekkert svakalega skemmtilegir. Það 50 sitcom dæmi að það. Ég maður því að horfa á það, því ég er alveg mikill Marvel-maður.
að ég var bara eitthvað svona, jæja, það ekkert að gerast neitt skemmtilegt. Fannst mér. Hvernig upplifðir þú þetta? Ég vissi náttúrulega á hverju var von á, það er ekki hægt að vita ekki neitt í dag, það er náttúrulega ekki hægt. Maður rekst alltaf á einhvern sem segja þetta verður svona. Þannig að ég vissi alveg á hverju átti von á og þetta var ekkert vandamál. Ég sá fyrstu 4 þættina í einu. Þá var strax komið inn í meginsöguna, þannig að engin óvissa. Og það virka alveg fyrir mig. Mér finnst það mjög skemmtilegt approach hjá þeim, sko. Og þetta er það sem að mér virkar. Ég hafði smá áhyggjur af því, tökum Marvel dæmið, hvað þeir voru að í rauninu byggja sig upp í það sem að gerði mig svolítið afhuga því að lesa blöðin á sínu tíma. Sem voru þessar massífu sögur sem allir karakterarnir komu saman í og tengdust og allt gekk út á einhvern risa, einhverja risaógn, allur heimurinn eða alheimurinn, allt að veði, sko. Þegar ég var að lesa myndasögur sem mest á unglingsárunum, sko, Marvel-sögurnar, þá voru yfirleitt bara hetjurnar að gera eitthvað hver í sínu horni. Einmitt. Það var eitthvað rosa vandamáli með Hulk í einu blaði, okkur kom ekki Avengers. Þau voru bara einhvern annar staðar. Það var bara Hulk og vandamáli var bara þarna núna með honum. Og mér veist þetta það bjóð upp á svona skemmtilegri persónusköpun og skemmtilegri sögur. Þau komið alla svona saman og þetta alltaf verið eitthvað rosa dæmi. Að þá einhvern veginn verður ekki lengur saga persónur. Það verður miklu erfiðara að gera sögu persónur, það er alltaf saga atburðarásina. Það er alltaf við erum komast þangað næst og gera þetta og svo gera þetta og gera þetta. Og Marvel myndasöguútgáfan á sínum tíma datt svolítið í þessa gildru að þau voru að missa svolítið niður söluna hjá sér. Því nýliðinu var ekki mikil, krakkarnir voru bara í tölvuleikjum og horfa á spólur og nýliðinu í myndasögublaðaútgáfu var ekki, myndasögublaðalestri var ekki eins mikið eins og þeir hefðu viljað. Þannig að þeir fóru út í þetta að láta söguna gerast fyrst hjá Thor, svo framhald hjá Captain America, svo framhald hjá Iron Man, tengja allt saman og búið til einhverja svona massífa sögu, einu sinni 2 ári. Og mér finnst þetta alltaf skemma þá svona kannski sögu framöndu sem var í gangi í hverjum titli fyrir sig. Það sem að var einhver saga með Iron Man og hann var að glíma við eitthvað. Það var einhver saga með Spider-Man og hann var að glíma við eitthvað. Svo allt í allir rifnir út í þennan stóra kosmíska bardaga, sko. Og þau gera þetta aftur af því þetta hafði mjög ákveða áhrif á söguna. Fólk kannski langaði að lesa söguna. En hún var alltaf komin í einhver 12 blöð sem þeir lásu ekki venjulega. Þú ert að fara að kaupa þau líka. Og þetta virkaði. En þetta gerði mig persónulega afhuga myndasögublaðalestri á nýjum blöðum. Ég fór meira bara því að safna gömlu blöðum og lesa þau frekar, sko. En þá erum við aðeins að tala um Marvel, af því þetta er svo stórt dæmi í dag. Þegar Iron Man kemur út 2008, þetta er fyrsta Marvel Studios myndin. Þannig þeir eru bara að gera sína eigin myndir. Hún endar á því, ég ætla ekki að segja spoiler, það er alveg þessu mynd. Hún endar á því að kemur svona post-credit scene, það sem við fáum að sjá Nick Fury. Og Nick Fury segir, við náttúrulega að tala við Avengers Initiative. Þegar þú sér þessa mynd í bíó, sín tíma, að þú ert búin að lýsa núna að þú varst kannski trefin að þið voru að blanda öllu saman. Hugsaðu það eitthvað smá svona, þið verða að passa ykkur. Já, í raun og veru. Ég sá alveg svona hvað ég voru að hugsa. Og maður alltaf vissi það, maður búin að lesa eins þetta. Og ég vissi alveg hvernig þetta var gert í blöðunum og hvernig þetta virkaði. En á sama tíma var Iron Man 1 bara það góð. Þannig að maður var bara svona, ok, þau vita allavega á miklu leyti hvað þeir eru að gera. Þannig að þetta verður alveg spennandi. Og mér hef ekki dreymt að þegar Iron Man 1 kom út, hvað þetta gekk vel hjá þeim, sko. Þetta er raunir alveg bara nánast einstakt í kvikmyndasögunni hvað þeim tókst þetta vel sem þau voru að gera. En ég sá það samt undir lokin, það voru konið svolítið þennan saman út að það þurfti alltaf að vera eitthvað meira þrett, starra þrett, koma öllum saman, gera eitthvað rosalegt, sko. Og alltaf Avengers síðustu 2, Endgame og Infinity War og Endgame, en alltaf eru, þetta eru, ekki fara $milljarður í að gera þessar 2 myndir, þetta eru 4 tíma, þetta eru 5 tímar af efni, 6 tímar af efni eða meira og náttúrulega sagan út allt, karakterinn út allt og allt það. Svo skipta þær aftur núna, næstu myndir eru, Black Widow myndin verður bara svona small scale, voru það þannig. Og ég vona bara að þið ná að blanda svolítið saman, festist ekki í því að áhörendur búist alltaf við því að nú kemur einhver ennþá verri en það og það verður ennþá meira crazy, skilur. En er það ekki svolítið bara svona okkar eðli? Við viljum meira, við viljum stærra. Ég held að þetta sé svona auðvitað leið ef að búa til spennu, bara að setja meira
meiri karakter, meiri sprengingar, meira þrett, meiri bílætlingarleiki, meiri skotbardaga. En eftir hrættur með við fáum bara leið á þessu? Það verður bara svona... Ég persónulega held að fólk myndi fá leið á Marvel-myndunum löngu áður en það gerðist. Bara fyrir löngu, sko. Já, á hvaða punkti varst að hugsa? Ég bara skildi ekki í því, þú veist, bara mynd eftir mynd var að fá bara frábæra dóma og fólk var að flikkjast á þetta, það var alltaf, já, bara, þú veist, þetta er bara magnað, sko. Já. Og það er svona kannski hámarki með Black Panther og fyrst kemur Black Panther og farið, þú veist, bara Óskarstilnefningu og bara besta mynd ever hjá mörgum og svo sláður í gegn aftur setjum árið með fyrst Infinity War og ég bara svona, þú veist, hvað er þetta að fara að enda? En þeir geta ekkert haldið þessu gangið endalaust, það getur ekki verið. Nei, ég held ekki það ekki og ég held ég viti það sjálfur, sko, og svo verður spennandi að sjá hvað þetta allt frestaðist ár, hvað áhrif það hefur, en ef myndinir eru góða þá, þú veist, það er búið að byggja þetta svolítið vel upp, þeir ennþá nota nokkurn veginn sömu formúlu, þú veist, plana vel fram í tíman, gera myndinar, þú veist, ekki rössa þetta, plana þetta vel og skipuleggja, fá fjölbreyttan hóp leikstjóra, handriðsöfandi til að gera þetta, þannig að en kannski festast þeir í því að núna það er búið til eitthvað nýjan Thanos sem verið, það komið Thanos aftur jáfnvel, búið til eitthvað svona massíft. Verður ekki bara Galactus næst eða Dr. Doom? Jú, ég held það, sko, þeir munur örugglega reyna að finna leið til að gera þetta allt, sko, af því að það er ennþá það mikið eftir sem það geta gert. Það er svo mikið hugmyndum eftir í Marvel heiminum sem ekki búið að vinna með í nýja Marvel MCU. Já, og þú fyrir konum með X-Men, Fantastic Four, getur gert helling. En þegar þú ert vantilega búin að sjá allar þessar myndir. Ég er búin að sjá allt, já. Þegar þú fóst á Iron Man og Captain America og Thor og varst þú alltaf að hinsa bara eitthvað, þetta er bara þokkalega myndir? Sko, ég fylltist alveg, við erum aðtöð það og undan þessu eru búið að gera alveg ágæta myndir líka. Fyrstu X-Men myndina voru mjög fínar, fyrstu 2 sérstaklega. Já, sammála. Og það var Blade. Það var Daredevil sem ég fílaði mjög vel, það var ekki allir sammála mér. Mér finnst þú mjög fín, sko. Ok. Mjög mikil Daredevil aðdáandi. Og hef ekki trúið að þessi mynd hefði getað virkað með þessu kasti til dæmis, þessum aðleikara, en ég var mjög ásáttuð við hana. Okay. Þannig að ég vissi alveg að Hollywood var búið að fatta það er hægt að gera góða myndir upp úr svona efni við. Og maður einmitt svona, ég man eftir að þegar maður las fyrst hvað Marvel var að gera, þeir voru búin að selja réttina öllum stóru hittunum sínum, sko. Frægu hittunum, Spider-Man, X-Men, allt saman. Já, Sony með Spider-Man. Og svo átti bara einhverja karakter eftir sem enginn þekkti, þú veist, Iron Man, Thor, allt þetta. Það voru ekkert mainstream karakter, en ég þekkti það alla, sko. Og þá er svona, já, það var áhugavert að sjá hvernig þið gera þetta og fyrst við get ekki haft hérna með. En ég held, og það kannski áttengið vona hvað það hefði hefnast vel hjá þeim, sko, því ég man það, Iron Man var mjög fín og Downey Jr. náttúrulega bara frábær í henni. Svo strax á þetta henni kemur Incredible Hulk sama árið, sem er lítið talað í dag og hún er ekki eins og á streymisveitunni núna. Ég fíla hana. Hjá Disney. Og mér þetta bara eina bestum Marvel-myndunum. Já. Sú mynd. Já. Svo kemur Thor, sem er mér bara mjög fín mynd líka. Og mér þetta að slegið mjög fá feilspor og mér svo sko eftir áhyggja, myndir sem ég fannst ekki góðar þegar ég sá það fyrst, eins og Iron Man 2, mér það miklu betur í dag. Eftir bara einhvern veginn, maður sér hvað verið að leggja grunninn að. Já, ég skilji. Það er bara að virka, þú veist, þetta virkar inn í heldina betur, sko. Ég er nefndar ekki búin að horfa Thor 2 aftur. Ég hef ekki lagt í hana. Ég ætla að gefa hann annars sér sem ég varst ræðileg. Já, þannig að þessar myndir voru að slá í gegnum þér, flestar aðeins. Já, ég var mjög sáttur, sko. Mér finnst mjög gaman að sjá þetta verða svona mainstream. Þetta er náttúrulega, sko, þegar ég er unglingur, ég er eini sem ég þekki sem er að lesa Marvel myndasögur af mínu vinum. Ég vissi að fólk út í bæ, öðrum söfnurum og svona, nokkrum. Og þetta er algjörlega lokuð bók fyrir flesta. Þú veist, þegar ég er unglingur, veit enginn hver Spider-Man er á Íslandi. Hann er ekkert frægur, sko. Shit. Og að síðan sjá, sko, að ég var að gera myndir eftir öllum sögunum sem ég var að lesa sem unglingur. Þetta er bara mainstream kvikmyndagerð, vinsælustu myndir út allan heim. Það er svolítið mind-blowing, sko. Það er það. Af því að, Það er ekkert lengur nördalegt að fíla Spider-Man. Skilur þið? Eða Iron Man? Nei, þetta er líka bara, þú veist, alltaf myndasögur eins og ég var að lesa. Þetta var alltaf sérstaklega aðgengilegt. Þetta er eins og að fara að byrja í 4. seríu af Friends eða eitthvað. Þetta voru alltaf ongoing seríur. Einmitt. Og þú þurfti bara að stökkva inn og byrja bara einhver staðar og svo bara treysta því að upprunarsagan verður endursögð, þú færið meiri skýringar
þannig heldur þetta gangandi. Þetta var ekkit auðvelt að byrja að lesa myndasögur. Þetta var ókveikjandi fyrir nýja. Já, bíómyndina virka betur og frá upphæfi og við vorum mjög klárir að gera það aðgengilegar. Og náttúrulega Robert Downey Jr. átti stóran þátt í því hvað þetta gekk vel. Sko. En svo má ekki glemma því að undan þessu var búið að gera ágætismyndir eins og Avengers myndina, X-Men myndina fyrirgeðu og fleiri og það var komin hefð í gang. En Marvel bara tók þetta upp á nýtt level með MCU. Sko. Svo reynir DC náttúrulega að herma eftir. Ég ætla að spyrja, okkur klikkuðu þeir? Af því að þeir vildu herma eftir. Og þeir vildu herma eftir outputinu en þeir voru ekki að herma eftir aðferðafræðinni. Nei. Þeir vissu hvað þeir vildu fá, en þeir vissi ekki alveg hvernig Marvel gerði það nákvæmlega og reyndi að gera með sínu nefi en það bara var ekki að virka. Og fóru allt í vitleysu eins og við vitum. Sko. Og ég var einmitt að horfa núna á Snyder trilogíuna. Man of Steel, Batman vs Superman og Justice League nýja, Director's Cut. Já. Hvernig fannst þér hún? Miðað við sérstaklega þá bíó. Hún alltaf miklu betri heldur en þessi saman barningur sem var settur í bíó á sínum tíma, þessi Frankenstein útgáfa. Hún ræðileg, sko. Þetta samt alveg svipuð saga, það er engin stórmunur á sögunni sjálfur, þetta alltaf sama beinagrind. En þetta bara svona, þú veist, þetta ætti bara að fara með í kvikmyndaskóla og sína bara, hérna eitt gert eftir beinagrindinni og hérna annað gert eftir sömu beinagrind. Rosa munur. Sjáu þið muninn, sko. Já. Og þetta náttúrulega orðin 4 tíma mynd eða séri eða hvað sem hún kallar þetta. Fannst þetta ekki virka frekar svo míniséri? Þetta ekki mynd, ég horfði allar í raun núna bara síðustu 3 dögum, sko. Já. Og það er svolítið eins og horfa á míniserju. Þetta eru tæpið 10 tímar efni. Og þetta er allt með sama, þú veist, þetta tengist allt saman. Og ég er náttúrulega, fyrir mitt leiti, sko, Man of Steel er einn besta óriðmynd sem ég séð. Já, þú ert mjög hrifinn af henni? Algjörlega, sko. Okay. Búin að horfa á hana örugglega svona 10 sinnum. Og hann er að gera þar finnst mér hluti sem hann kannski segja að, sko, Man of Steel er fyrsta óriðmyndin. Það sem ég fann, sko, í raun og veru múrin milli hvað var hægt að gera í kvikmynd, hvað var hægt að gera í myndasögu, bara falla. Hvernig það? Þessi múr var alltaf budgetið. Þú gafst sviðsett hluti í myndasögu bara með teikna og haft kosmískan bardaga og gert hvað sem er. Það kostaði ekki mikið. Nei. Bíómynd kostaði, þetta gera sviðsmyndir, þetta gera brellur og svona. Mér fannst múrin falla með Man of Steel. Man of Steel bara sagan bara fór út allt og það gerðist bara á skala sem hafa ekki sést áður í óriðmyndum. Fannst það meira enn í Avengers fyrstu, til dæmis? Er hún ekki ára undan? Miklu meira. Já, þér fannst það? Já. Ok. Bara því að, sko, einhvern veginn bara sögusviðið var starra og einhvern veginn fannst þú hann meira svona episk? Já, ég fíla ágætlega Avengers, mér finnst Avengers svolítið líða fyrir það að þetta var þurft að koma öllum saman og það þurft að hafa sögun og svona, þurft að hafa einhvern bad guy, eitthvað þrett. Eins og talaðum á aðeirinni. Mér finnst allt einhvern veginn miklu organískara í Man of Steel. Og þar að ekki er að vinna náttúrulega með Superman sem Christ fígúruna, sem Guð, sem hefur alltaf verið, þú veist, partur af hans karakter í raun og veru, að vera þessi svona, þú veist, guðlega vera á jörðinni. Já. Þetta var svona fyrsta Superman-myndin sem fór að taka svolítið fyrir, sko, og vinna svolítið með það. Og fannst hún alveg gríðarlega vel heppnuð. Síðan taka þessa sömu hugmynd, fara með henni inn í Batman vs Superman. En þar finnst mér eins og þeir hafi svona verið tilneyti til að koma Batmani inn í söguna, sko. Vildi þú ekki freka bara Man of Steel 2? Ég náttúrulega vil bara góðar myndir. Mér er alveg sama hvað í myndinni ef hún er góð. Og myndi það bara samfæra mig. Og hún fær alveg frið til þess. Ég get alveg fara á mynd með enga væntingar, en svo er hún bara frábær. Af því hún bara virkar. Og en ef hún gerir ekki þá kannski þá bara virkar það maður finnur fyrir því. Og ég fann alltaf mikið fyrir það að vera að tróða Batman inn í Batman vs Superman. En það virkaði samt að því það tengdist vel Superman hugmyndunum sem var búið að leggja grunninn að. Fannst mér. En svo á sama tíma líka verið undirbúa Justice League. Þannig að það er svona verið að taka svona frekar svona þétta á beinasögu og svona vinkana svolítið með alltaf meira og meira. Og svo þegar maður horfir á 4 tíma, ég ætla að horfa á Director's Cut-ið af Batman vs Superman sem er miklu betra heldur en bíómyndir. Já, það er skári útgáfa.
og síðan hérna fer maður beint inn í 4 tíma útgáfuna af Justice League og þetta heldur alveg áfram nema það að þetta dettur niður Superman-sagan aðal uppbyggingin í fyrstu 2 myndunum dettur bara út og hérna og í rauninu það bara sagan bara komin í allt aðra átt hún komin út í það að búa til Justice League komið 3 stóra nýja karakterinn sem þarf alla að kynna og hann fer hellingur tíma í þetta rosalega tími og þessi 4 tímar eru þú veist, þau voru ekkert lengi að líða sjálfur sér en þú náttúrulega þetta er bara eins og horfa á eitthvað sem bara mjög grípandi og svo byrjar þetta svona aðeins að losna allt saman og vera lausari í reipunum, bara því það eru, þú veist, það margir karakterir, það þarf að kynna það þarf að vera einhver saga, það þarf að hafa eitthvað aksjón á milli svo að fólk deygi ekki úr leiðindum og náttúrulega það sem hann að gera þarna með henni, það virkar alveg þú veist, hann heldur alveg söguna áfram og hún virkar en þetta bara orðið of mikið það verður að reyna að gera of mikið í einu það er rosa mikið þetta er rosa mikil mynd en hérna, varstu búin að sjá hana líka nýju? Já, en ég er samt sko það verður allir sátti við að þessi útgáfa verið endanlega útgáfan miklu frekar en bíómynda útgáfan. En þeir eru vist búin að segja Warner Bros. Að þetta ekki kanon. Þeir ætla bara að vera með svo marga heima í gangi, ég held að þeir veit ekki hvað að spá því núna. Þeir ætla bara að vera með, þú veist, þessuna 3 Batman-sögur í gangi. Og 3 Jokerar. Já. Og ég held að það sé allt í lagi. Já. Ef myndin eru góðar, þá kemur fólk í bíó. En mér langar svolítið að spyrja, því mest áherslu þú nefndi Man of Steel. Ég hef ekki mikið talað um hann í þessu podcasti, að því mér finnst það mjög áhugaverð mynd. Það er ekki fullkomin. En ég er mikill Superman-aðdáandi. Það hljómar svo þú mikill Superman-aðdáandi, bara karakterin sjálfur. En það er rétt skilja. Ég er náttúrulega, það er fyrsta stóra óhörðumyndin sem ég sé. Er fyrsta Superman-myndin með Christopher Reeve. Þannig þér þykir vænt þennan karakter. Þannig að það má kannski segja að það sé svona fyrsta skipti sem ég sé óhörðunar svona on the big screen, sko. Og hann náttúrulega alveg arkitýpa í þeirri mynd og heldur sig algjörlega við klassíska Superman hugmyndina. Man of Steel gera það rauninu líka. Hún svona skipar það að vera að endursegja origin söguna, bara til að hafa meiri tíma í annað. Og líka allir þekkja það. En svona dettur inn í hana. Ég vinnur samt með þetta svona, hvernig ætlar heimurinn að bregðast við Superman svona í raun og veru. Hvað myndi raun og veru gerast ef það væri svona karakter á jörðinni. Og það er efni í sko trílógíu út af fyrir sig. Já, ég hef vel sagt það. Það er held ég það sem að Snyder hafði í huga, sko. Þó ég sé ekki búin að lesa mikið um það. Ég lesa ekki endalist mikið hvað menn ætluðu sér að gera Nei. En þetta bara byrjar svo sterkt með Man of Steel og fer svo langt inn í Batman vs Superman. En þetta er svo alveg niður með þriðju myndinni. Superman sagan heldur ekkert áfram. Jú, það er einhver atburðarás með Superman, en sko sagan og þema heldur ekkert áfram. Nei. Það er bara basically á pásu meðan að vera að setja saman Justice League. Og náttúrulega ef þetta er búið, ef það verður ekkert meira Man of Steel, ef að Cavill verður ekki lengur Superman og þau bara gera upp á nýtt, eitthvað nýtt, þá náttúrulega missuðu þetta niður. En það er alltaf þessi potential að fara inn í þennan vinkil á Superman. Því hann er rauninu mest spennandi vinkilinn. Það er alveg gaman að horfa á öðru bara það, þú veist, sérstaklega á svona skala eins og í Man of Steel. En það sem gerir Man of Steel svona góða er þessi vinkil á í rauninu karakterinn. Þú veist, hvað er pabbinn að gera með uppeldinu, skilur þú veist, hvernig verður hann hvernig persóna verður hann, hvert verður hlutverk hans í heiminum. Þetta eru miklu meira interessant spurningar, heldur nátt í hann, þú veist, hver getur hent þingri lest á hinn, skilur. En segðu þau, hver er þín tilfinning? Af því að mín tilfinning er svo, það er ekkert cool að fíla Superman. Eins og í dag, ég skal lofa þínast, ég myndi spyrja 10 manneskjur, hvað með þínar 10 upp á svo verður, ég held sér fá sem nefna Superman. Já, af hverju er það? Það er af því að einmitt þetta vantaði svolítið þetta í karakterinn. Að það vantaði svolítið, hann er svo, þú veist, hann er svo bæði móralst séð er hann bara frábær, skilur þú? Hann er kannski ófullkominn. Gallalaus, hann er óendanlega sterkur og allt þetta. Og hann er erfitt að vinna með svoleiðis karakter og gera hann mannlega. Og það tókst, þú veist, ég er búin að lesa slatta Superman-blöðum gegnum tíðina, ekki jafn mikið sem Marvel-blöðunum. Þetta er ofta reynt að gera hann svona meiri mannlegri karakter. Og það voru sögurnar sem John Byrne gerði back in the 80s, sem eru svolítið grunnurinn að Man of Steel hugmyndinni, sko. En samt þar að
það er ástæð fyrir að Marvel heitunar eru vinsællega en DC heitunar, þeir eru bara mannlegri. Þetta eru hálfgerðir guðir hjá DC. Spider-Man er bara einhver unglingur, skilur, sem fer út og reynir að gera eitthvað gott. Og svo er hann bara heim, svo græðir hann ekkert á því og fer bara heim og skammar að frængu sinni eða einhverju, sko. Og þetta var Marvel-formúlan frá byrjun með Fantastic Four. Og hún virkar af því þetta er bara, þú veist, þú finnur meiri samsvörun með þessum karakterum. Þeir verða meira lifandi. Að horfa á einhverja, þú veist, ofurhetjur sem eru, þú veist, eins og guðir, það virkar í ákveðnu konsepti, ákveðnu samhengi. En þú getur ekki gert kannski daglega sögur með þeim. Ég meina, hvað ætlar að reyna að gera mikið að senum með Lois og Superman heima hjá sér? Einmitt. En það hefur alveg verið gert í sjónvarpsþáttum og fleiri, sko, en af hverju lifið þá þessi karakter áfram? Ég með því mér finnst hann ennþá mjög heillandi karakter. Af því að hann er bara, hann höfða djúpt til okkar. Þetta er bara þessi svona, hann er bara svona symbol fyrir að vera algóður, skilur, gera gott, vera fordfús, ekki sjálfselskur, skilur. Þetta er allt ofsalega góðir mannlegir eiginleika sem búa í okkur öllum. Ja. Og okkur langar alveg til þess að gera meira af því sjálf. En raunverulegi heimur er erfiður. Og þess vegna er þetta aðlægandi að sjá þetta svona, þú veist, einhverjar óhreitur gera það sem við getum ekki gert, verið svona betri en við. Við höfum að líta upp til hans. Já, sko, þetta er náttúrulega gert, þetta er gert þannig, menn hann er, sko, 1938 er hann saminn, cirka, og það eru mikla gyðingaásóknir í Bandaríkjunum á þeim tíma, þegar hann er skrifar, það er ennþá staði sem hleyp ekki gyðingum inn, bara eins og setningum, og Joe Siegel og Jerry Shuster voru báðir gyðingar, og það hefur verið mikið skrifað hvernig í rauninu Superman karakterin verður til sem viðbrögð við gyðingaásóknum í Bandaríkjunum. Já, er það? Og hann er í rauninu verið, þú veist, og hann er svona arkitýpa og mörglutu unnin upp úr mítológi og þjóðsögum gyðinga. En þetta er samt alþjóðlegur hugmyndir. Þetta er bara formið, sko. Og við viljum alveg trúa á því góða og því góða muni sigra í okkur. Og við getum verið góðu hvort annað. Og það ofurhetju hugmyndi vinnur svolítið mikið með það. Það er kannski svona, þess vegna heitir þetta ofurhetjur, ekki bara fólk með superpowers. Nei. Og það er allur gangur á því í bæði blöðum og bókum og bíómyndum og þáttum, hvort að hetjunar vinni samkvæmt þessu eða ekki. Sko. Eru þær að reyna að vera, þú veist, góðar, eru þær að reyna að drepa ekki, skilur, eru þær að reyna að gera betur. Eða, þú veist, eru þær ekki að því. Ert þú hrifnar af eins og ofurhetjum eins og með Superman? Frekan eitthvað svona anti-hero Punisher eða ertu hrifnar af svona góðum? Sko, ég er mjög hrifin á ofurhetju konceptinu sem slíku. Þessu sem ofurhetjunar að reyna að gera gott. Vera algóðar, ekki kannski algóðar, en þú veist, vera verndara mannkyns, vera alltaf að reyna að leysa vandamálin betur heldur en við gerum sjálf, þú veist. Mér finnst það, þetta er svona okkur idealismi í gangi þar. En á sama tíma hef ég líka mjög gaman af antihetjunum. Þó ég myndi aldrei kalla Punisher ofurhetju, hann er bara actionhetju. Já, hann er kannski ekki ofurhetju. Hann er bara Schwarzenegger, þú veist, í Marvel heiminum eða eitthvað. En hann er samt náttúrulega En Batman? Batman er þá svona mitt á milli, sko. Já. Og mér finnst þetta allt virka ef þetta er bara vel gert. Og minnst líka, ég er mjög gaman að í það sem við verið að gera síðustu 20 árin, er þessi aðbygging ofurhetju ímyndunarinnar. Svona dekonstrukta eftir það, já. Deconstruction eða aðbygging. Þú veist, þetta er eins og Umbrella Academy og The Boys. Þetta er allt búið að vera í myndasögum í 20 ára eða meira. Eina fyrstu sögunum sem gerði þetta var Alan Moore með Miracle Man og svo kom Pat Mills með Martial Law. En eins og Watchmen, hvað myndirðu, er það líka hún er svona aðbyggingar, sko, hún er, Watchmen er á eftir Miracle Man. Og maður sé það bara þemun sem Alan Moore er að vinna með Miracle Man halda áfram í Watchmen. Og þetta virkar líka, einmitt af því að, þú veist, þessi ídælismi er svo óraunverulegur. Það er miklu raunverulegur að gera mannlegar, þú veist, beiskar og hættulegar ofurhetjur. Og þetta virkar allt saman fyrir mér. En ég vil ekki missa ofurhetjuna. Nei, ég skilji. Ég vil ekki missa þetta element út, sko. Ég vil ekki að Spider-Man verði bara einhver gaur sem er að reyna að græða peninga að vera Spider-Man.
Einmitt, eða bara farin að drepa fullt af einhverjum vonduköllum. Eða Batman að drepa eða eitthvað svona, þú veist, ég vil ekki missa þetta, ég vil að sé einhvers af höfundar og framleiðendur sé svolítið meðvitaður þessi skil, að halda í, þú veist, ofurhetuna. Göfu, svona, já. Og svo, en líka má gera allar hinna söguna, það ekkert að því, ofurkraftar, bara mannlegt fólk með ofurkrafta, sem ekkert algott eða alvont eða neitt slíkt, sko. Og en náttúrulega Marvel myndasögurnar voru náttúrulega mjög uppteknar af þessu góða. Það voru, til dæmis, Punisher kemur inn bara sem skratturinn og söðulegnum inn í Marvel heiminn, sko, sem andhetja, sem bara andstæðingur Spider-Man í fyrsta blaðinu sem hann kemur. Já, hann elda Spider-Man. Já, það voru ekki svona karakterar, þú veist, í Marvel heiminum. Það var allt bara svolítið svona ofurhetjur, að berjast ofur skúrka. Hann bara svolítið öðruvísi. Hann er öðruvísi, hann bara vigilante og byrjar náttúrulega bara sem vilan, en hann bara þótt eitthvað góður og hann höfða til ákveðin hóps fólks, þú veist, og hann ekki ástöðleysi sem Punisher þú veist, Punisher merkið á lögreglumönnum og hermönum allan heim. Einmitt, hauskúpan. Þau fá annað út úr í heldur að karakterinn yfir eitthvað góður. Punisher, sjónvarserjan hjá Netflix var líka mjög fín, náði þessum balans, sko. En það er mjög grófur karakter. Þannig þetta er það sem ég les Marvelin, skilur. Elst uppi að ofurhetjurnar eru mannlegar og, þú veist, að reyna að vera ofurgóðar. Og mér finnst þetta koncept, það höfðu til mín. En á sama tíma áttaði mig að þetta er náttúrulega óraunveruleiki. Þetta er fantasía, þetta er bara eins og mítológía að mörguleiti, en var svona aðeins mannlegri. Guður, þetta er kannski svolítið eins og að væri gerðar alvöru sögur okkar guði, vikingaguðina. Já. Þau voru öll mjög mannleg. Þau voru alltaf eitthvað að kýta sín á milli og alls konar vesen, sko. En samt öll með þessu ofurkrafta og náttúrulega reyna að vera einhver fyrirmynd, ég veit það ekki. Já. Þannig að það virkar líka. En ég vona, eins og ég sagði á hann, að menn gleymi ekki þessum vinkli. En hvað finnst þér þá Af því þú segist það fíla Man of Steel og þú segist fíla með bara góðu gæinn og haldi overhedjuna, að því að Superman gerir svolítið umdeilt í lokinu þeirri mynd. Já, það er bara stór partur af sögunni og hefur þurft að vinna og hefur glað að vinna meira og þeir vinna meira með það. Já. Hvað fannst þér það þegar hann drepur Zod? Spoiler núna. Það er allir búin að sjá það sem mér fannst það, það var búið byggja það upp, sko. Það var alveg búið byggja þetta upp sem ákveðið dilemma fyrir hann, sko. Og það er unni með þetta áfram í Batman vs. Superman, skilur, að það allt innu þegar þú horfir á director's-cutti, þá kemur svo skýrt fram hvernig Superman finnur svo knúin til að fara gegn Batman, þó að hann vilji það ekki, hann fer einu svona, fer fyrsta mótunum og sé hann bara, láttum við bara vera, og læti þið vera. Svo neyðir sem sagt Lex Luthor hann til að fara á móti Batman. Og maður skinnir það bara inn í senum með Lois Lane, hann segir bara, þú veist, kannski gerir bara heimurinn fólk vont. Já. Þú veist, þannig að það er strögglið í gangi hérna hjá honum, hann er alveg upp við ákveðin ídýrlismi að pappa sínu, við tölum bíó, Snyder útgáfuna, sko. Já. Og pappans í uppeldinu leggur gríðarlega miklu áherslu á það að hann þurfa að velja hvað hann ætlar að gera við þessa krafta og hvað ætlar hann að vera fyrir heiminn. Og þessi seria fyrstu 2 myndir eru hans ströggl við að finna út úr þessu sjálfur, sko. Og vera nýttur í þessar aðstæður. Og ég hef viljað sjá þetta halda áfram, sko. En kannski verður það bara því miður ekki. Og þetta er svona vinkill sem hefur alveg komið í myndasögunum líka, en ekki eins kannski meira svona einhver svona alternate sögum og svona aukasögum, aldrei kannski tekin algjörlega mítológían frá grunni og byggt ofan á þennan máta. Ekki sem ég hef gert það og ég mistaði. Ég lesi ekki það mikið, sko. Þannig að ég Þetta buggaði ekkert, þér fannst þetta alveg mega sens í myndinni? Já, hann er náttúrulega, þetta er allt sett upp með það, hann er bara tilnödd til að gera til að berga fólkinu, sem að Zod að drepa. Að hann finnur engar alveg, þeir eru jafn sterkir. En ámaður ekki að setja þá kröfu á Superman, þetta er kannski ósangjart það mér, en ámaður ekki að setja þá kröfu á Superman, hann er betri en við, hann á að finna betri lausn. Jú, hann á að gera það, en þessi saga mynd gengur út af það, hvað var erfitt fyrir hann að reyna það, sko. Að hann er ekki að standa undir sín megin væntingum, basically, og ekki okkar væntingum þá í leiðinni. Og að þetta sé, það er sagan er að fara í þá átt. Og maður veit ekki hvert hún hefði farið ef Snyder hefði, kannski ef Snyder hefði fengið að gera nákvæmlega sem hann ætlaði að gera, þá kannski hefði hann unni meira með þessa hugmynd, maður veit það ekki. Því mér fannst alveg áhugavert punktar og ég var alveg tilbúinn þegar ég sá þessa mynd í bíó, Man of Steel,
og hann gerir þetta, ég var bara, ok, en ég sagði mér, ég er alveg til að gefa þeim smá breyk, að því að kannski var þetta kannski bara punkturinn, þarna verður hann, eftir þetta, því að hann gerir þetta, þá verður hann þessi Superman sem við þekkjum, þetta íkon og þessi hálfgerði guð, hann hafa lært svo mikið af þessum bardaði við Zod og hvernig hann klárar hann, en svo þú segir, svo fá einhvern veginn ekkert almennilega að finna út þessu, að því að Batman bara einhvern veginn settur hann inn. Já, eins og segja, ég hef ekki lesið endilega mikið nákvæmlega hvað Snyder ætlaði að gera, en mig grunar það að stúdíó hafi verið strax komið með plönunum að herma eftir Avengers og reyna að koma allum hitjana saman og byrja að leggja grunninn að því og svolítið messa við áætlunina hans Snyder, hvað hann vildi gera. Þannig að við munum kannski aldrei vita nákvæmlega, þú veist, það, en þú veist, karakterinn er ennþá til, það er alltaf að halda áfram, eftir 20 ár gerir einhver kannski upp á nýtt, sama þema eða reyna að vinna með sama efni. Viltu sjá Henry Cavill aftur, sem Superman? Ég hefði náttúrulega viljað að fyrst og fremst sjá Snyder halda áfram með þessa hugmyndir sínar. Að gera einhver allt öðru sem mynd með Superman, mér er alveg sama hver leikur hann þá. En náttúrulega ég hefði viljað sjá Snyder halda áfram með þetta sem hann var að byggja upp og náttúrulega út á það með Cavill áfram til að ekki skipta leikara. En ef það var að fara að gera Superman upp á nýtt, alveg ótengt þessu, þá er mér alveg sama hver leikur hann, sko. Já, það kemur bara eitthvað algjörlega nýtt. Af því að, þú veist, minn hætti fullt af fínu leikurum en Cavill, þú veist, fannst mér bara mjög fínn í þessu. Örugglega aðrir getur verið jafn góður eða betur en hann, en mér finnst hann bara mjög fínn, sko. En hvernig fannst þér Superman Returns sem Singer gerir? Mér fannst hún alltaf í lagi. Sína tíma. Hún var svolítið gagnrýnd fyrir það í rauninni, ég held að Superman kýli ekki eins og í þeirri mynd. Nei, hún var náttúrulega eins og segja, einn tilraunin til að gera, þú veist, nýtt Superman og fara inn í þessu gamlu bít sem reyna að gera eitthvað nýtt og þú veist, ég kannski sá hana 2 ára síðan tíma, ég hef ekki tótt á hana í 15 ár og en mér fannst hún allt í lagi á þeim tíma. Mér fannst hann bara líka, og hefði alveg viljað sjá meira af þessu, en Superman er erfiður karakter, hann er erfitt sel fyrir áhorfendur. Þú veist, hann er bara, hvað að gera við hann, skilur. Hann er, þú veist, á alltaf að vera kryptonite. Til þess að sé eitthvað hægt að gera við hann, skilur. En þekkjur það, er hann ennþá vinsæll í teiknindasögum? Er hann eitthvað stóru karakterum? Já, hann er ennþá einn af stóru karakterum í DC heiminum. Af hverju virkar það, en kannski ekki í bíómyndum? Af hverju eru að tengja við henni í teiknindasögum, en ekki í bíómyndum? Sko, náttúrulega, við erum að aðtóa það að þetta er miklu minni hópur sem les myndasögur með Superman heldur en hefur farið á svo myndir. Og sá hópur er oft bara búin að vera mjög vanur í að lesa myndasögur mjög lengi. Meðalaldurinn frekar hár í myndasögu lesturinn í Bandaríkjunum sérstaklega. Og þar er þetta bara, þú veist, bæði halda með þessu formúlun og svo endurist verið að gera nýja sögur með nýjum vinklum. Það búið að gera nýja vinkla á Superman, 100 vinkla á Superman. Þú veist. Og gera allar útgáfur á hann, þú veist, margir mismunandi menn hafa verið Superman og það búið að prófa allt, það prófa mjög mikið og þetta er alveg það sem að lesendur alveg fíla ágætlega er að sjá svona þessa karakter að tekna og gert eitthvað nýtt með þeim en þetta, af því það er bara mjög einfalt og ódætt að gera það í myndasögun, það er mjög erfitt að fara að gera einhverja nýja Superman mynda sem er allt öðru Superman. Það er rétt. En það getur samt alveg virkað ef ég finna eitthvað sem að þið geta selt svona svolítið mainstream þannig að þetta er sko bæði kostur og galli við þessa karaktera, það er með ekki deyja, þú veist, og ef þið deyja þá þurfa að lifna aftur við en á sama tíma er þið rosalega þekktir og þú getur, þú veist, nota á til að gera ýmislegt og getur spila með væntingarnar og spila með forsöguna í staðan fyrir að þurfa að gera allt upp á nýtt þannig að þetta er svona tvíækja sverð hvað þetta varðar en þú veist, eins og til við tökum bara það sem Frank Miller gerði í Dark Knight hann kom með Superman inn í hana, það var svolítið Superman vs. Batman í henni sko að hann er einmitt að vinna með að gera nýja hlutum með Batman, nýja hlutum með Superman það er þetta að vinna svolítið vel saman og þessir karakterar hafa alltaf þetta potential ef einhverjum er bara nógu góða hugmynd þá getur hann gert eitthvað nýtt og nota þessa í það sko. En ef það kemur eitthvað til þín í dag sem bara eitthvað 10 ára krakki búin að sjá Superman, elskar þetta búin að sjá myndinar, en hefur ekki lesið sögurnar þessi krakki vil fara að byrja að lesa teiknimyndasögur. Já, þá næ í deildastjóra myndasögdeildarinnar og læt hann sjá það. En þú veist, ég er ekki fær í þetta lengur.
Nei, þú þekki kannski ekki inn í þessu lengur. Nei. Ég fór bara að velta fyrir mér, myndirðu, að því þú þekki kannski betur gömlu sögunar. Ég er, þú veist, í gömlu sögunum. Já. Ég, þú veist, mjög mikið gömlu sögunum í bókaformi. En er eitthvað svona endri punktur? Sko... Þetta er svolítið flókið, eins og þú sagðir áðan, að detta inn í myndasöguna. Ég myndi, þú veist, ég myndi alltaf reyna, skilur það. Það eru nokkri staðir sem þú getur reynt að byrja. Ég myndi alltaf taka John Byrne, Superman til dæmis. Það er mjög fýtt byrjunapunktur. Þetta er ekki alltaf til, þetta er ekki alltaf innprint, þetta eru 30 ára gamla sögur. En það er ekki ástæðuleysi sem það hluti því var notað í Man of Steel. Svolítið, þessi karakter, Byrne var að reyna að vinna svolítið með hann, gera hann svolítið aðeins meira relatable, meira human. En Superman er bara erfið karakter. Ég held ég myndi að freka bara beina einhverjum í eitthvað annað. Það voru Batman-sögur. Já. En mér langar að spyrja í lokin, þetta er búið alveg hrikalega skemmtilegt. Gísli, að tala við þig og bara hlusta. Bara gaman að koma. Já. Ég verð að spyrja aðeins í lokin. Að því Nexus, að þessi búð er búin að stækka gríðarlega. Og mér finnst bara svo magnað að sjá þetta og bara óska til hamingju með þessa nýju búð. Takk fyrir það. Að því að ég fer alltaf í svona búðir til fyrir erlendis. Og mér finnst Nexus, þessi búð í dag, þetta er með flottara búðin sem ég fari í sem er svona nördabúð. Gaman að heyra það. Og þetta er orðið svo stórt, þeir eru með spilasal og ég veit ekki hvað. Eru þið ekki líka að bjóða upp eitthvað svona námskeið, kannski aðalega fyrir krakka, að mála eitthvað á Warhammer eða, er það misskilningur? Jú, sko, starfsemi Nexus náttúrulega pre-COVID, það fór allt í vitleysu í COVID, að við vorum komin, við höfum alltaf verið með spilasal. Bara aðstöðu við hliðina búðinni sem fólk getur komið og spilað. Og við þurfum þennan sal líka til að halda mót í þeim spilum sem bjóðu upp á það. Eins og Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Þetta eru spilum sem fólk vil koma saman og keppa. Warhammer, X-Wing. Þannig að við þurfum að hafa góða aðstöðu fyrir slíkt til að ýta undir það. Fyrir nokkrum árum þá sem sagt byrjum við að reyna að gera þetta aðeins meira, vinna aðeins meira með þessu hugmynd, með þessu félagslegu hliðina. Og við fengum það kom til mín barnasálfræðingur, Sofía, og kemur með þetta koncept að við ættum bara að byrja að fara að halda svona nordanámskeið. Bara það sem við erum með 10 vikna námskeið, við fáum unga krakka inn, eða svona, þú veist, frá kannski 11 til 15, og við bara förum svolítið yfir landslæði með þeim. Sýnum þeim bara hvað er í boði, myndasögur, þú veist, roleplaying, borðspil. Já, bara allt saman. Já, og þannig byggum við til mjög vinsæl námskeið sem eru bæði svona, þú veist, af því enn þann dag í dag geta þeir sem hafa áhuga því sem við erum að bjóða upp á verið pínu einangruð út í horni. Algjörlega. Þú veist, þau geta ennþá verið eini í bekknum í þessu. Þú veist, þetta er ekki árið það, ef hardcore aðdáandi, þetta er ekki árið það mainstream. Nei. Þannig að við vorum að reyna að koma þessu hugmyndum að reyna að koma svolítið saman. Þannig að þeir eru bæði svona svolítið námskeið í félagsfærni og bara opna svolítið fyrir þeim þennan heim og auka líkurnar að þau finni eitthvað sem smellpassar við þau. Þau eru öll mismunandi. Þú veist, einn hefur áhuga myndasögum að lesa ofurhetjur, annar hefur áhuga myndasögum að lesa manga. Einhver hefur áhuga að spila hardcore borðspil. Og þú veist aldrei hvað fólk fara áhuga á það og þetta er ekki þetta að setja alla í allt. En ef þú bara gefur fólki þessa breytt, þá held ég að þú auki líkurnar að þau finni eitthvað sem smellpassar. Og getur orðið þeirra áhugamáli, skemmtum með samskipt við annað fólk með sama áhugamál og verið svona ákveð, getur orðið eitthvað passion í lífinu, þó að það sé ekki bara einhvern x tíma, svo við tökur eitthvað annað við. Og mér finnst þetta allt vera mjög dýrmætt, sko, og mér finnst mjög gaman að reyna að koma þessu á framfæri. Og þess vegna erum við með þessi Nexus Noobs námskeiðin, sem Sofía rekur, og við sköfum aðstöðuna og fólk til aðstöða með því. Og svo höfum við verið með fleiri tegundur námskeið, við erum kannski námskeið bara í Dungeons & Dragons. Við höfum verið námskeið í LARP eða live action, fengið þá LARP sérfræðinga til að koma það. Og við vorum ennþá að prófa alla vinkla í þessu, þegar náttúrulega allt fer í vaskinn hérna í fyrra. Sko. En við erum búin að opna sælinn aftur, en við erum ekki meðan, við erum ekki að draga mikið fólk inn í hann, við erum bara að gefa þeim aftur svæði til að halda mótin. Svo það detti ekki niður því að það er fólk sem vil halda áfram að safna spilum og keppa með því. Og það má ekki missa það á lengi niður. Svo sjáum við til bara þegar allt byrjar að slakna, hvort við byrjum ekki aftur á. Ertu með eitthvað svona stór plön, bara ef við gefum eitthvað það þegar COVID er búið?
Ertu með eitthvað svona stórplön? Ég er alltaf með stórplön, en ég segi ekki frá því. Það er leyndamál í dag. Af því að, þú veist, þá fyrir fólk bara að spyrja mann hvenær þetta var að gerast næst. En ef ég myndi kannski grilla smá, sérðu fyrir kannski Vinsælasta spurningin í dag er hvenær kemur next til Akureyrar, sko. Já, ok. Það er vinsæl spurning. Já, ég verð að spyrja hans í lokin og það er ekki að uppljósta ykkur leyndamál núna. Þá verð ég að spyrja hans samt það að þið lengi vel varstu bara með eina búð. Já. Svo opnaru í Kringlunni svona minna útibú. Það eru bara þessar 2 búðir. Já. Var það alveg meðvitu ákvörðum bara svona, ég ætla ekki að stækka mikið við mig, ég ætla ekki að vera með búð Akureyrar og Selfossi og... Af því maður sé marga pizzastæði, það var 1 stað og svo 1.000.000 staðir. Sko, ég vil náttúrulega að sem flestir komist í búð. Ég er verslanir. Já. Ég vann í verslunum áðurinn fór að rekja minn eigin. Ég er búðar, þú veist, fan. Því að fara í búðina, sjá allt dótið, þú veist, skoða, taka þetta og svona handfjalla, rölda fá verið í friði í klukkutíma að skoða. Sammála. Eða fara að tala um fólkið sem er að greiða og þú veist, skiptast á upplýsingum. Nördast. Ég hlusta á þau nördast bara sjálf að sína á milli með að hafa smá breyk. Þetta er svo stemning sem ég vil búa til og ég er alveg til í að gera það fleiri en einum stað. En þetta er Ísland og þetta er erfitt og það er raun og veru öll þróun í smásölu geirunum er okkur í óhag. Já, það er farið svona netið og... Já, en það er voða lítið sem er að vinna með okkur í tíðarandanum við samfélaginu í dag, í þessum rekstri, sko. Og svo eins og ég segi, þú veist, ég sé marga, ég er búin að vera í business núna í 30 ár, ég sé marga flaska á því að opna of marga staði. Einmitt. Og þetta er svona alltaf þessi ákveðin tókstreita. En aftur á móti, þú veist, mér langar til að 12 ára strákur eða stelpa á Akureyri sem áhuga manga geti labbað inn í búð þar og fengið fullt af manga. Já. Það þurfi ekki að fara á netið og panta eða eitthvað svoleiðis. Getur farið bara og skoða 100 mismunandi seríur og blaðið í þeim og fundið eitthvað sem þeim líst vel á. Eða bara í Hafnarfirði, skilur við, eða í Keflavík. Já, ég skilji. En þú veist, hvað er þetta að gera? Það verður bara komið ljós. Við erum að reyna að vinna bara vel úr því sem við höfum. Og það þarf alltaf eina búð, lágmark, segi ég. Hittir svolítið meira lúxus, það geta bætt við sig. Er þetta meira púður í vefverslun í dag? Það er svona síðustu kannski ár og... Ég held náttúrulega að vefverslun er komin til að vera, það vita það allir. Og náttúrulega fyrir einhvern á Egilsstöðum, skilur sem hefur enga svona búð, þá er náttúrulega frábært að geta farið á vefinn og verið komið með eitthvað 2 daga með postunum. Og þetta er bara eins og ég tala þú veist, þegar ég var unglingur, skilur, það var ekki til. Þú veist, það var gaman að geta tekið þátt í að auka aðgengi fólks að þessum hlutum. Kostar alltaf mikla peninga að vera opnað með nýja verslun og... Það kostar mikið, sko, en þannig að maður þarf alltaf að skoða það. Maður þarf að eiga pening til að brenna. Er þrýstingur svona, kannski ekki þrýstingur, en eins og þú segir, vinsælasta spurningin er hvenær komið til Akureyrar? Ertu að fá oft þessa fyrirspurn? Já, fá mikið þessa fyrirspurn. Er það frá Akureyringum? Væntanlega, já. Við spyrjum ekkert. Það er enginn í Reykjavík að spyrja. En já, það er handla mjög algengt að stóra búðir, okkar stærð, séu með útibúið Akureyri. Já, einmitt. Og ég náttúrulega veit, þú veist, maður veit ekkert fyrirfram hvað Akureyri getur gefið af sér. Þetta er allt svo svolítið renna blint í sjóin, sko. Það er alltaf séns. En ég segi alltaf fólki að þetta er alltaf mjög ofalega á planinu. Og þetta er eina sem ég segi frá. Já, þetta getur eftir 10 ár, getur eftir 5 ár, 20 ár. Þannig að við sjáum bara til hvað gerist með það. En það er ekki svona þörf hjá þér, eitthvað persónuleg þörf að vera með 10 búðir? Þetta snýst ekkert um mig, sko. Ekki? Nei. Viðskiptaunin? Þetta snýst um viðskiptaunin, alltaf. Það er hans þarfir og hans væntingar og hans langanir sem eru númer 1, 2 og 3. En er það ekki þetta attitút? Ég er einhverstaðar í sæti 37, skilur. Okay. og hvað ég persónulega vil. Þannig á það að vera. En það er ekki hjá öllum sem eru með rekstur? Ég þekki ekki alla. Nei, mér finnst það svo flott að ég hugsaði oft með mér. En þegar ég farið í Nexus, bara öll þessi ár, mér finnst það bara að vera að aukast, það er þannig mín upplifun. Mér finnst alltaf einhver verið að inni og virðist ganga vel. Þannig ég hugsaði mér, ok, þeir eru ekki farin að fara, eða Gísli er ekki farin í það að vera með 4 búðir, 5 búðir. Og ég hugsaði mér, vá, það eru bara smiklu sniður að einbytt sem frekar aðeins sem henni með. Í stæðan fyrir að vera með þessar keðjur. Sko, þú veist, alltaf,
ef þú hugsa bara út frá þörfu viðskiptavinna, ef viðskiptavinni þurfa búð og getur haldið henni uppi, þá er gott að gera búð. Þú veist, það er bara þannig. Og að ef að búðin eru uppfylla, ef að búð Akureyri til dæmis myndi uppfylla þarfir Akureyringa og virkar, þá er það bara mjög gott dæmi. Og það getur ekki aldrei skemmt, þú veist, búð sem uppfyllir þarfir viðskiptavinnuna á einhverjum lokal hún er aldrei fyrir að skemma fyrir neinu öðru. Nei, það er alltaf góður, það er alltaf jákvætt. Jú, það er kannski aðeins dýrara að reka heldur en einhverja aðra búða sem er miklu meira fólki. En ef þetta virkar, þá virkar þetta. Og það stendur á fellinu með viðskiptavinnum og hvað þau þurfa, hvað þau vilja og hvað þau eru mörgir en öðru. En þetta er ekki eitthvað svona, þú veist, þessi formúla versus þessi formúla. Þetta er ekki svo einfalt, sko. Þetta er og það er ástæðan fyrir þetta er erfitt af því að þú getur aldrei vita nákvæmlega hvað fólk vill og þú getur aldrei vita nákvæmlega hvað ber sig og hvað ekki, annars væri allir í business það væri mjög vilt að sjá það hvað myndi bera sig og hvað ekki þannig að En þú opnar Kringlubúðina? Sko Kringlubúðin er fyrst og fremst sett upp sem auglýsing fyrir stórbúðina. Já. Hún er aðalega bara tilraun og hefur alveg frá upphæði verið tilraun til að koma sem sagt konceptinu og vörunum gera það aðeins sýnilegra fyrir fólk sem kannski rekst ekki á þetta hverjum degi. Ég skil þig. Af því að, þú veist, maður getur ekki verið með stóru búðinu í Kringlunni, það er dýrt. Maður getur ekki verið með í Smáralindinni, það er dýrt. En það er að hafa litla búð og það er að sýna fólki vörunar og gera þau spennt og þá kannski koma þau í stóru búðinu líka. Ég held kannski að pælingin hefði verið upp á jólatrafík. Jólatrafíkin er náttúrulega það sem heldur uppi verslunum mjög mikið. Kannski minni hjá mér en öðrum. En þú veist, það er ekkert verra að hafa marg útsölustaði jólin. Nei. Þar sem fólk er að versla. Og það er alveg trafík í Kringlubúðina? Það er sko, náttúrulega Kringlur eiga undir högg að sækja í dag. Já, bara verslunum miðstöður yfir höfuð? Já, yfir höfuð. Þetta er bara öllum Vesturlöndum, þetta er bara sama dæmið. Að þar neti virðist að fara illa með það konsept. Já. En þær eru að berjast á móti, þær eru að endur skilgreina sig. Að þetta er náttúrulega gríðarlega fjárfestingar og þess að vera ekki bara ítt til hliðar. Nei. Þannig að menn munu finna leiðir og það verður bara gaman að vera svolítið með því að sjá hvað það gerist sko. En það er engin spurning um að það er mikil áskorun að reka verslunarmiðstöð í dag. Bara eins og allar venjulega verslanir. Já. Verslunum er búin að taka svo mikið skamt af þeim eða sko það er erfitt að segja nákvæmlega hvað gerir hvað. En við vitum það að sko fatabúðir voru með gríðarlega álagningu hérna áður fyrr. Og mikið af svona fake útsölum sem búið að lækka eitthvað og svona. Og ég held að fólk hafi svolítið sko, ég held að verslanir sem hafa stundað þetta og fara að ganga út á útsölur og ganga út á einhverja svona viðburði hafi svolítið brent þú veist, jarðveginn sko. Já. Og meðan internetdílurinn segir bara hérna er bara lágverð, þú veist, eða eitthvað svoleiðis. Fólk leitar meiri í það kannski. Þú vilt að fólk labba inn til þín og það sé ákveðið gegnsæi í gangi. Veist, þetta er bara varan, hún bara kostar þetta. Það er ekki til kýmisk útgáfa ódýrari, hún er bara svona. Og þú fer á netið, þú skoðar, já, þetta er svona, þú veist, ég sé hvernig landslagið er. Og þannig myndar ákveðið svona traustsamband við viðskiptavinuna. Viðskiptavinun sér alveg, þú veist, fastakunnin sér alveg ef þú færir að reyna eitthvað. Já, í sammálaðir. 100% sammálaðir. Og þú veist, fatabúðunar held ég lent svolítið í þessu. Að fólk bara er svolítið þreytt á því að það var alltaf verið að taka einhverja nýja vöru og lækkana og það fór endanum að bíða til einhverjum ákveðnum dögum, þú veist, þá bara ekki fara af stað fyrir að það er auglýst útsala. Og þessi stórkaupmenn fannst mér fara í svona ákveðin vítahring með þetta. Okkar koncept er allt annað, sko. Útsala fyrir okkur er bara einu svona ári. Bara 1. júlí, eða 1. virkadag í júlí. Þá bara er bara að hreinsa til, allt sem þarf að losna við, bara setja útsölu. Og það er allt ódýrara en það var. Það þarf ekkert að fara að finna einhverju gamla kvittanir og segja, hei, þetta er bara sama verð og var, þú veist, fyrir 3 mánuðum. Það er allt ódýrara, alveg, þú veist, 100% garantera. Það er bara verið að losa sig við vörur og þú getur gert góð kaup, svo er það bara búið. Svo er útsala aftur eftir ár. Það er engin 20% dagur, þú veist, það er engin, það
við verðum að vera með í kringlunni, þú þarf að gera það svolítið þar. En en þetta er bara, þú vilt ekki spila á kúnan. Þú farið ekkert gott viðskiptasamræði ef þú ætlar að reyna að spila á kúnan. Þú veist, það er bara... Óskars allir myndi hugsa þú. Það er bara rosalega mistök, sko. Já. Jú, kannski getur við grætt að því einhver tíma, en ég er búin að vera núna næstu í 30 ár í rekstri. Og hluta því, maður alltaf veit aldrei, en hluta því er að við erum að reyna að vera heiðarleg gagnvart kúnunum. Já. Auðvitað þurfa allir að græða, það þarf að vera peningur. Já, borga laun og allt þetta. Þetta er kannski ódýrara annars staðar og það eru leiðir til þess að ná hlutunum. En ég meina, við erum að reyna að gera eins vel og hægt að gera á þessu markaði, í þessu landi, með þessu aðstæður sem við eru. Og ég er að vona að kúnin finni það. Sko, ég get sagt þér mín upplifun, því ég er búin að viðskipta hann í fjöldamörg ár. Búin að fylgja ykkur, þau voru á Hverfisgötunni og svo voru ekki í Nóatúninu og svo núna á Nýjastanum. Mín upplifun har alltaf verið mjög jákvæð. Ég er búin að segja þessu podcastáður, Nexus uppáhaldsbúðin mín. Ég held að það er algjört nörd. En það er ekki bara því, það er líka bara góð þjónusta þarna. Og ég get svo svara, mér finnst eins og fyrir einhverjum árum síðan, þá fjall eitthvað gengið og eitthvað, og mig minnir, þú getur kannski leiðið mig, að þið hafa mér þess að koma til móts þá við, og þá lækkuðu á móti. Það var eitthvað svona í gangi. Sko, þetta er í viðskiptum í smásölu, þetta er alltaf ákveðin dans, íslenska gengið er hræðilegt, og flúttur er mikið, það er enda búið að freka stabilt núna síðustu árin, sko, en það flúttur er miklu meira hérna áður fyrr. Og meðan það voru ekki netvæslanir, þá kannski var það ekkit issue, sko. Man getur kannski notfært sér það að allt í einu var krónan miklu sterkari og þú kannski fengi meira fyrir hann en þú vestlæðir, en þú kannski lækkar ekkit vörun á móti, því það þurfti ekki, það var engin samkeppni. Nei. En svo þegar neti kemur, þá náttúrulega öll verðin á netinu háð genginu. Þannig að allar vestlanir sem að, þú veist, vilja keppa við netið útlöndum, þurfa náttúrulega að passa það að þau sé alltaf að hanga í genginu eins og hægt er. En svo náttúrulega, sko, ef það kom ykkur áföll, og við tökum bara hrunið hérna 2008-2009, það er íslenska krónan allt í einu missir helming verðgildis. Já, það var reyngilega. Og allt verður tvöfalt dýrara í innkaupum í krónum. Þú veist, þú neyðist til að slá á álagningu. Þú getur ekki hækka verðin tvöfalt. Þú verður bara að skoða hvað hugsanlega getið lifað af með að minnka. Og svo reynir maður að vinna með það. En á endanum snýst þetta alltaf það þarf að vera eitthvað eftir í kassanum til að borga fyrir allan pakkan. Algjörlega. Og svo fer eftir í hvað kröfundur eigendur gera, skilur hvort að þau eru að vera einhver hagnaður og hversu mikill. Og það er stór drifkraftur í þessu að raun og veru ef það eru mikla kröfur frá eigendum hagnað og það er kannski eina ástæðan fyrir að giftu hlutabréfi einhverju fyrirtæki þá þið vildu fá bara arðgreiðslu hverju ári. Græða. Þá náttúrulega þarf, þú veist, sá sem rekur það batteri, hann þarf að vera meðvitaður um það, hann þarf að uppfylla væntingar eigendana. Ég man bara þetta er auðvitað fyrir hrun, ég er að tala, þetta er alveg svolítið mörg ár síðan. Og mér minnir mér þess að það hafi verið þannig að verðið aftan á bókinni í dollarum var henni íslenska verðið. Það var eitthvað svona tímabil. Sko 100 krónur dollarinn í útsölu var frábært tímabil. Það var mjög öll að reikna út. Já, þetta var hjá. Og það var alveg hægt, sko. Dollarinn fór niður í 60 kall gengið á honum, þegar lagst var, síðan ég byrjaði að reika, sko. Já. Og við erum alltaf að vita það núna, þetta var rugl tími. Já, algjörlega. Gekk algjörlega út á það með voru að dæla hérna peningum inn í íslensku bankana, þú veist, leggja spariféð sitt alltaf Evrópu inn í íslenska banka sem síðan brenduði allt saman. Já. Og þetta var ekkit eðlilegt en þetta er samt sko aðal þróunin er svo að álagning hefur alltaf minnkað. Það er það sem fór illa með fatabúðunar, það álagning bara minnkaði. Já. Þú veist, álagning allstaðar hefur smásölu álagning minnkað og sem sagt það sem áður var kannski tvöföld álagning, fórst með heildsalan sem lagði á vöruna og hann síðan seldi smásalan sem síðan lagði á vöruna líka. Þannig þú veist með tvö fyrirtæki að vinna með sömu vöruna og fá útrunni nóg til að reka sitt batteri. Það er, þú veist, miklu minnum það í dag. Af því að það bara er ekkit peningu til að reka tvö fyrirtæki á þessum sömu forsendum að það selja þessa einu vöru. Það er ekkit eftir, sko. En ég man bara þegar ég upplifði þetta, af því að ég segi, það er alltaf jákvæð upplifun hjá mér að versla við Nexus, að ég man í hugsaði mér, vá, hörðu, þannig er mér sýnd smá virðing sem neytandi. Og þeir eru að koma til smá móts mig. Þannig eins og þegar ég fyrir í dag, þetta eru mörg ár síðan, en þegar ég vesli í dag og ég ætla að koma með okkur á bók og ég sem hún kosta þetta mikið, það er ennþá í hausnum á mér bara svona, ég treysti þeim til þess að velja ekki í svo bók.
en ég bara borga þetta verð fyrir hana. Skilur hvað við? Já, ég meina þetta er eitt af grundvallar atriðum okkar, það er að verðleggja eins rétt og við getum. Ég treysti ykkur bara fyrir því, Við verðum bara að gera það. Já. Það er ekki, þú veist, við getum ekki bara sett hvað sem er á vöruna. Við verðum að verðleggja eitthvað sem virkar fyrir báða aðeila. En ég fer oft í verslanir aðrar og maður er bara svona, já, ok, þú veist, hvað verður þetta? Skilur hvað við? Þú veist, þetta er þetta traust sem búið að byggja upp. Þannig ég bara segja þér sem neytandi að mín upplifun er alltaf jákvæð. Takk fyrir það. En kannski segja það á tímabili, ég veit ekki hvað það er ekki þannig í dag, held ég. Á tímabili mjög lengi voru eins og bækur, myndasögur voru verðmerktar með bandaríska verðinu bara á bókinni sjálfri. Já, einmitt. Og þannig að þú kannst alltaf séð bara, þetta er svona eins og að fara í Æslandi í dag, þú sér að kakan átt að kosta 1 pund. Já. Svo kostar það 370 hérna. Já, en pundur 160, þannig að ok, til að með það. En þú kannst alveg séð á bókinni hvað framleiðandinn er að segja hún er að kosta. Já. Og þetta er það sem allir Amazon spilaði algjörlega með á sínu tíma í sínu upphafi. Þeir tóku bækurnar og byrjaði bara að auglýsa, við erum að auglýsa 30% af retail price. Þannig að við staðum fyrir að vera með eitthvað, þú veist, kunningar bara séð, heyrðu, Amazon er að selja þessa bók, þú veist, 30% ódýrari en einhver aðrir. Og meðan að hinabúðunir hafði allar reynt að halda sig við retail price af því þá var peningur eftirhanda þeim til að reka allt batterið. En Amazon síðan keyrir þetta niður. Þetta náttúrulega hjálpar verðskinni neytandans að vita það að þarna er búið að sitta stempla ákveði verðmæti á vöruna. Eitthvað viðmið. Já, eitthvað viðmið. Þannig að þá getur þú séð svona hvort hún sé útsölu eða hvort hún sé, þú veist, allt og dýr. Þetta getur ekkert með flestar vörur. Góða punktur. En hins vegar sko verðskinn en leið og neytandinn hefur tækifæri í dag, kaupandinn, kúninn, að skoða verð hjá mörgum aðilum á tiltölu stundum tíma. Bara fletta upp á netinu. Þá náttúrulega verður verðskinn aðeins miklu betra. Og ég held að fyrirtæki og verslanir sem vinni svolítið með það græði. Fyrir ekki að reyna svona tegja, þú veist, til að fá aðeins meira og meira, þú veist, og fara út af einhverju breaking point, sko. Þá er betur að halda sér vel fyrir innan það. Af því ég menn það er engin, þú veist, þá öllum fyrirtækjum vantir alltaf einhverju peninga til að, þú veist, gera eitthvað nýtt, gera einhverju tilraunir, stakka við sig, fjárfesti í einhverju. Algjörlega. Sumir eru mikla kröfu arð og það er hægt að borga út arð á hverju ári og svona. Allt þetta þarf einhvern veginn að virka í syngi. Þess vegna til nefnis er ofsalega vinsælt núna búið til þessi locked-in vörur, eins og Apple, þú veist. Apple getur sagt hvað sem er á sína vörur. Þú veist, er engin hugmynd hvað kostar að framleiða Apple ferðartölvu. Nei. Hún er seld á 400 skall, af því það er bara af því það er alveg hægt. Það er sterkt merki. Af því að kúnin er komin inn í systemið og hann er bara tilbúin til að borga uppsettverð fyrir Apple. Og þetta er alltaf að aukast meira og meira þessi hugmynd, sko, þannig nærðu í gömlu álæninguna, sko, gömlu góðu dagana, með því að gera þetta svona. Gömlu góðu dagana. Fyrir ekki að framlega einhverja generic PC-tölvu sem að keppið síðan 200 aðrar PC-tölvur. Einmitt. Og þetta er líka það sem að brandname græða á. Þú veist, ef að markarinn er löglegur, þá er bolli sem merktur Superman. Það er bara frá einu framlegenda, eða tveimur. Það má engin annar framlega, það er bara það er búið að selja þessum aðeinu réttin. Þeir geta sett hvað verð sem er á þennan bolla í sjálfu sér. Hefur ekkert að gera með framleiðsluverðið á bollanum. Og ef þú ert Superman-aðdandi, þá kannski þarf það bara að kaupa það á því verði. En aftur á móti getur alltaf verið einhver sjónningastarfsemi á móti sem hefur áhrif á það. Þannig að ég held að allt sem gerir kúnnan sko, meðvitaðri er gott. Já, sammála. Ég held að bara umhverfi verður betra. Þegar fólk veit hvað það er að eyða, hvað það er að kaupa, hvað það kostar, það veit hvernig það er að fá valjú fyrir money og hvernig ekki. Og ég held að allir sem beiti blekkingum, þess að reyna að skemma þetta, sé að bara vinna gegn öllum geiranum í heildsinni, þú veist, sé að gera langtíma skaða. Ég held það líka. Og þeir kannski græði einhvern smá tíma á því sjálfur og þá held ég að þeir eru að missa niður, þú veist, það hefur verið að skera upp gullgæsina. Þeir eru ekki að horfa á stóru myndina. En þú veist, það veit ekki hver stóra myndin er, því að þetta er allt breytingum háð. Nei, það er eitthvað. En ég held að svona, já, að vinna þetta bara með kúnunum er alltaf mjög gott, sko. Endum á því, Gísli, þetta er búið hringalega skemmtilegt. Ég ætla bara að hleypa þér í vinnuna, ég held að símið sem búið að hringja 2 eða 3. Óvinur sjaldan með þess að. Það er lítið. Bara takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.